Já, ég býð ykkur velkomin hér á fund. Já, ég býð ykkur velkomin á fund í bæjarstjórn Mosfellsbæjar. Hann er númer 715 og haldinn miðvikudaginn 18. apríl 2018 og segi fund settan. Og það eru 11 mála dagskrá á þessu sinni. Það eru 2 fundargerðir frá bæjarráði, síðan eru 3 fundargerðir frá ýmsum nefndum, náttúrulega fræðslunefnd, íþrótta- og tómstundunefnd og skipulagsnefnd sem borðan verður fram til samþykktar eins og fundargerð bæjarráðs. Og síðan hér undir lokin eru það 6 fundargerðir sem eru til kynningar. Við byrjum þá á bæjarráðsfundinum henni fyrri, það er fundur nummer 1349. Sá fundur var haldinn 5. apríl síðastliðinn og ég gef orðið laust. Haraldur Sverrisson, gjör svo vel. Forseti, ég ætla að taka þetta til málsundir máli nr. 9, framlag 2018 vegna Skálatóns. Fyrir bæjarráðsfundinu hérna lá fyrir minnisblað frá fjölskyldusviði fjármál Skálatóns sem hafa nú verið hér til umfjöllunar nokkrum sinnum og það sem þarna er á ferðinu er það að það liggur fyrir núna endurmat á stuðningsþörf nokkra íbúa sem búa á Skálatóni og íbúar Mosfellsbæjar sem að þýða þá það að það koma hærri framlög vegna þeirra í gegnum Jöfnunarsjóð sveitarfélaga. Og síðan hefur það líka gerst að það er komið ný áætlun frá Jöfnunarsjóði varðandi útsvarsstofninn og tekjuskattsstofninn á landsvísu. En framlög Jöfnunarsjóðs eru reiknuð sem hlutfall af þessum tekjuskattsstofni sem þýðir þá það að framlag til málefna fatlaðs fólks á Mosfellsbæ og reyndar öðrum sveitarfélögum líka hækkar. Þetta gerir það að verkum að það er möguleiki að, sem er nú fagnaðarefni, að hækka framlag til Skálatóns á árinu 2018 umfram það sem að í fjárhagsáætlun var og það var samþykkt þarna á þessum bæjarráðsfundi að leggja framlag Skálatóns það myndi hækka til Skálatóns myndi hækka úr 540 milljónum ári í 623 milljónir rúmar eða tæpar 52 milljónir á mánuði sem að framlagið þá er. Þetta er ánægilegt vegna þess að fjármál Skálatóns hafa verið hér til umfjöllunar eins og ég nefndi hér áðan í bæjarráði og bæjarstjórn sérstaklega vegna þess að þar hefur vantað fé til rekstursins og þarna er veruleg búbót sem að kemur þá til Skálatóns og ég vildi bara hér vekja athygli á þessu og að það var samþykkt þarna á þessum bæjarráðsfundi að fela fjármálastjóra að gera viðauka hvað þetta varðar og hann mun væntanlega vera lagður fyrir á næsta bæjarráðsfundi í næstu viku þar sem að þetta verður þá formlega afgreitt. En það er ánægilegt að það skuli vera hægt að auka við framlög til Skálatóns með þessum hætti og ekki þá koma verulega til móts við þá fjárþörf sem þar hefur verið og þá athugasemdir þeirra stjórnanda stofnunarinnar eða heimilisins sem fjármálum hafa snúist. Þannig ég vildi bara vekja athygli á þessu. Já, einhverju sem vilja ræða þetta mál nr. 9 eða þá önnur mál í þessari fundargerð. Bæjarráð, fundargerðin fyrri, svo er ekki, þá er umræðum þessa fundargerð lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér er benni rétt upp hönd. Hún er samþykkt með 8 atkvæðum. Nú þá var það bæjarráð, hinn síðari, fundargerð hinn síðari. Það var haldinn viku síðar, sá fundur, 12. apríl, fundur nr. 1350. Ég gef orðið laust. 8 mál á dagskrá í þar. Haraldur hefur beðið orðið, gjörðu svo vel Haraldur. Ég vildi fá að taka þessi til máls undir máli nr. 7
sem heitir Helgafellsskóli í framkvæmd. Undir þessu máli lá fyrir minnisblað frá umhverfissviði tillögu það að gengið yrði frá viðauka við fyrri samning við hönnuði Helgafellsskóla, Yrki, fullnaðar hönnun skólans, þar að segja fyrir utan valkvæða áfangan sem er íþróttahúsið. Og þarna lá fyrir sem sagt upphæð upp á 140 milljónir að meðtöldum virðisaukaskatti sem er þá sú tala sem er samningstalan og lagt til að yrði gengið frá samningi og sú tala er þá afleidd af fyrri samningi við Yrki sem vann útboð hönnun frumhönnun skólans sem á fullnaðarhönnun á fyrsta og hluta til fjórða áfanga hans sem verður þá tekin í notkun núna næstu áramót. Ég vildi vekja athygli á þessu þar sem hér er þá verið að taka þá svona stefnumarkandi ákvörðun það að halda áfram með þessa skólabyggingu. Það er náttúrulega fjölgun fólks í Helgafellshverfi. Það fjölgaði 8% í bænum á síðasta ári eins og við þekkjum og stór hluti þessar fjölgunar vegna mikillar uppbyggingar í Helgafelli, það reyndar á fleiri stöðum en stór hluti vegna fjölgunar í Helgafelli og því það skynsamlegt að halda áfram með byggingu skólans en ekki taka hlé á því verkefni eins og svo sem hafi verið gert ráð fyrir í fyrri áætlunum, þannig að miðað við þá fjölgun sem var áætluð, en það var alltaf gert ráð fyrir því að það væri hægt að breyta þeirri ákvörðun eða fara hraðar í verkefni með tilliti til þess hver uppbyggingarhraðinn í hverfinu er. Og hér er þá verið að bregðast við því og það er þá gert ráð fyrir því að samkvæmt þessu að frumhanna eða að fullnaðarhönnun fjórða áfangans eigi þá sér stað í þessu, þar sé innréttingarnar á því sem verður til framtíðar leikskóladeild, það verður þá eða leikskólinn í skólanum, það verður þá fyrst notuð til kennslu á grunnskólastiginu og að það þýðir þá það þarf að taka það rými í notkun eigi síðar en haustið 2019 og svo þá að bjóða út þá annan og þriðja áfanga verkefnisins í upphafi árs 2019 og fara þá í þær framkvæmdir miðað við það að þessari hönnun verið lokið á þessari ári. Þannig að þarna þá verið að undirbúa það með þessum hætti að halda áfram þennan skóla með hraðari hætti heldur en upphaflega var áætlað vegna hraðari eða meiri fjölgunar íbúa í hverfinu heldur en upphaflega var reiknað með. En það var svo sem alltaf líka gert ráð fyrir því að það væri hægt og skólanum þess vegna áfangastýrt með þessum hætti eða framkvæmdunum með þessum hætti því að hægt væri þá bregðast við því ef að fjölgun íbúi er annarkvort hægari eða hraðari heldur en áætlanir sögðu til. Þannig að ég vildi vekja athygli á þessu forseti. Já, einhvers veit ræðamál 7 eða önnur mál í þessari fundargerð, bæjarráð nr. 1350. Ég vil ræða önnur mál svo eða? Önnur mál það, já, enginn vil ræða Helgafellsskólann nýframkvæmd. Nú þá er orðið laust um önnur mál og þú Haraldur að beðið orðið aftur, gjör svo vel. Forseti, ég ætla ekki að vera hér endalaust í pontu en mér finnst nú samt nauðsynlegt að vekja athygli hér á máli nr. 8 sem heitir skíðasvæðin endurnýjun og uppbygging mannvirkja en það hefur verið hér í deglunni að fara hér í töluvert miklar
mikið átak í uppbyggingu endurnýjun á skíðasvæði höfuðborgarsvæðis, bæði í Bláfjöllum og í Skálafelli. Þetta var nú að dagskrá bæjarráðs hérna fyrir 5-3 fundum síðan. Þá komu hér fulltrúar og stjórn skíðasvæði höfuðborgarsvæðisins og kynntu skýrslu sem hafi verið unnin af sérstökum starfshópum sem hafi verið skipaður til þess að fara yfir það tiltekna mál. Bæjarráð lýsti þá ánægju sinni með það verkefni en jafnframt undirstrikaði að það vildi flýta þessum framkvæmdum. Þetta var skipt niður á 2 tímabil, 2019 til 2024 og svo 2025 til 2030 og það vildi þjappa þessu meira saman og sérstaklega með tilliti til þess að endurnýjun lyftu og annarra hluta í Skálafelli yrði flýtt. En samkvæmt upprunalegu plani þá var það gert ráð fyrir því árunum 2023 og 2024. Nú liggur fyrir endurskoðuð forgangsröðun eftir að búið að hafa samráð við skíðadeildirnar hér á höfuðborgarsvæðinu og skíðaráð Reykjavíkur og þar í því plaggi sem lá fyrir bæjarráði er gert ráð fyrir því að skipt verði lyftu í Skálafelli 2021 og 2022. Ég tjáði bæjarráði það að ég hefði lagt áherslu á það á fundi SSH sem hafði verið þeim einhverjum kvartugum áður að þessu yrði flýtt enn frekar, þar að segja að Mosfellsbær myndi ekki sætta sig við það að Skálafell myndi ekki færast enn framar í röðinni með tilliti til þess að skíðalyftan þar er orðin mjög gömul og úrelt og einhverju myndi segja jafnvel hættuleg. Það er elsta skíðalyftan sem er hér á höfuðborgarsvæðinu. Þetta er nú líka ein lengsta skíðabrekka landsins, mun lengri til dæmis skíðabrekka heldur en brekkurnar í Bláfjöllum. Þetta er nú skíðasvæðið okkar innan gæsalappa hér Mosfellinga. Hér hafa mörg börn og unglingar alist upp og þekkja hérna aðstæður og síðan kom og ég hefði svo sem góð orð stjórnarmanna í SSH fyrir því og formanns SSH fyrir því að þeir eru nú hlusta á þessi rök og það liggur svo fyrir núna ný forgangsröðun þar sem er gert ráð fyrir því að endurnýjun Skálafells hefjist árið 2020 og árið framar. Þá er ekki að þessi vissum náttúrulega verið árangri og þá í fyrsta áfanga þessa verkefnis, þannig að segja uppbyggingu skíðasvæðanna, lögð áherslu á það að byggja upp endurnýja lyftur. Það verður semst endurnýjuð þá ein lyfta í Skálafelli og þrjár í Bláfjöllum, sem og að fyrstu 2 áfangar snjóframleiðslu hefjist á fyrri hluta tímabilsins, sem þýðir þá það að snjóframleiðslu í Bláfjöllum mun þá hefjast árinu 2020 og svo yrði þá annar áfangi snjóframleiðslu 1 til 2 árum þar á eftir. Það á þá eftir að taka ákvörðun það hvort að sá áfangi verður í Bláfjöllum eða Skálafelli. En ég held að við höfum þá mun sterkari stöðu til þess að leggja áherslu á það að sú ákvörðun felist í snjóframleiðslu í Skálafelli þegar að ný og fullkomin stólalyfta með að minnst 4 sætum, jafnvel 6, með gírun og flutningskerfi bæði þar sem að þú ferð í hana úr henni, kalli á það að þar verði hafin snjóframleiðsla líka. Þannig að ég held að við Mosfellingar getum vel við unnað. Fyrsta lagi náttúrulega bara það að menn fari í það að gera þessum skíðasvæðum til góða sem hafa lengi þarfnast þess. Þessi íþrótt er almenningsíþrótt og fjölskylduíþrótt og við þurfum að hér í höfuðborgarsvæðinu geta boðið upp á góða aðstöðu að það varðar. Þannig að það er verið að gera það og svo það að Skálafell fái þennan forgang og þessa endurnýjun eins og lengi hefur verið beðið eftir og að það skíðasvæði geti þá staðið undir nafni og Skartastínu fegursta fyrir okkur sem vara hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að ég vildi bara hér nota tækifærið að útskýra þetta leið og ég vildi lýsa ánægju minni með það að þetta mál sé komið á þennan farveg og það er núna verið að undirbúa dagsetningu að dag
þar sem að framkvæmdastjórar sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu hér geta skrifað undir þetta samkomulag að var rætt að gera það á morgun í Bláfjöllum og svo daginn 1. en það gengur víst ekki, en gæti orðið þá í næstu viku að það verið þá undirritað samkomulag þessa fjármuni, þess að 3,5 milljarð sem á setja í það að endurnýja skíðasvæðin hér á höfuðborgarsvæðinu á næstu árum. Ólafur Ingi, mál númer 8. Gjörðu svo vel. Forseti. Ég fagna því að þessari áætlunum uppbyggingu skíðasvæðanna sé þjappa svona svolítið saman frá því sem uppfærið var áætlað. Þetta vissulega komin, þörfin til staðar, þetta hefur dálítið verið að grotna niður og sérstaklega hérna í Skálafellinu. Og svo bæjarstjóri talaði þá þessi lyfta orðin ansi gömul og gjörn á að stoppa í sífellu þegar álagið á henni. En að það líklega komið tíma að taka á þessu. En það sem ég hins vegar að velta fyrir mér, hvernig hvort það sé eitthvað skýring á því að áætlað að kaupa notaða lyft í Skálafell en ekki í Bláfjöll. Engar af þeim lyfta allavega ekki tekið fram að þær lyftur sem gert ráð fyrir í Bláfjöllum séu notaðar, en í Skálafell gert ráð fyrir séu notulyftar. Og hversu mikið hefði sparast á því að kaupa notaða lyftu versus nýja? Já, það rétt að Haraldur fari ekki í, en málið gjörðu svo vel. Forseti, ég hef svo sem ekki neinar sérstakar skýringar á því aðrar en þær að þetta sem sagt tillaga þessa verkefnahóps sem var búin til í kringum þetta tiltekna verkefni. Það einhverjar 100 milljóna sem notulyfta kostar minna en í, en ég svo sem hef eitthvað sérstakar áhyggjur af því. Ég held að þarna verði lyfta sem muni nýtast okkur vel. Þarna verið að tala um 4 til 6 sæta lyftu, lyftan 2 sæta í dag eins og þið kannski þekkið, með öllum þeim nýjungum sem kallar á. Þannig að ég sá svo sem enga ástæðu til þess að fara að gera einhverja sérstakar athugasemdir við það. Heldur fyrst og fremst að þarna yrði búnaður sem væri fullnægjandi og væri til þess að skapa og breyta sessi þessa skíðasvæðis. Það skilst mér að sé bara töluvert algengt að notaðar lyftur séu settar upp hér og þar, ekki bara hérna á Íslandi, heldur út alla Evrópu. Og mér minnst sýnist það að miðað við það sem hérna kemur fram í þessari skýrslu, eins og reyndar kom fram þegar var farið yfir það hér í bæjarráði og að þeir komu frá stjórn skíðasvæðinu og útskýrðu þetta, að þarna yrði fullkomin góð lyfta sem hefði þá afkastagetu sem þyrfti til að bera til þess að þjóna þessari brekku og öllum þeim þægindum sem ætlast væri til í nútíma skíðalyftu. Þannig að mér fannst aðalatriði vera það að berjast fyrir því og fyrir okkar hönd hér að þetta verkefni verið fært framar. Það hefði verið fært fram 3 ár miðað við það sem upphaflega var talað um. Þannig að ég held að staða okkar hvað þetta mál varðar sé góð. Já, Kolbrún, gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar líka til að ræða mál númer 7, er það ekki? 8. Uppbyggingu skíðasvæðina. Ég lýsa ánægju minni með þennan verkefnahóp sem fór í þessa metnaðarfullu stefnumótunarvinnu varðandi skíðasvæðin okkar. Síðastliðin ár hefur mesta uppbyggingin átt sér stað í Bláfjöllum og það er náttúrulega líka út af því að það þurfti náttúrulega bara að horfa á annarkvort staðinn. Það var ekki hægt að hefja uppbyggingu eða viðhalda báðum skíðasvæðunum á þessum árum. Þannig að það var ákveðið að horfa til Bláfjallanna og það var náttúrulega bara fyrir mikill elgisemi okkar bæjarstjóra að við náðum að halda Skálafellinu opnu. Núna er svo komið að við getum farið að hefja uppbyggingu þar líka og þetta er mjög metnaðarfullt stefnuplagg sem við erum komið með hendurnar og nú þurfum við bara að kynna þetta vel. Fólk veit vita hver stefnan með skíðasvæðin. Þannig að þetta er ánægjulegt og verkefnahópurinn er að skila mjög góðri vinnu. Þarna liggur fyrir áætlun uppbyggingu
og við erum þegar farin að heyra þar kröfur skíðadeildanna. Skíðadeildarnar eru náttúrulega stórir hagsmunaaðilar og eru þar með æfingahópa sem að vilja greinilega frekar verið í Skálafellinu. Þetta lengri brekka eins og kom hérna fram og þar vilja skíðadeildarnar vera. Þetta mikið íþróttafólk sem að æfir í Bláfjöllum og núna þá í Skálafelli. Þannig að þetta bara ánægilegt og gott að við getum farið í þessi verkefni. Þetta náttúrulega undir hatti íþróttamála. Það gott að við getum líka stutt vel við skíðasvæðin eins og aðra íþróttastarfsemi hér í okkar bæ og hér á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að við erum komin þangað að geta bætt í þessa liði og þá erum við farin að gera vel og það bara gott að við getum fjármagna þetta verkefni og þannig ég bara lýsa ánægju minni með þetta og jafnvel þá að við séum að fara í að flýta jafnvel framkvæmdum, fá lyftuna fyrr í Skálafelli og hún er orðin eins og bæjarstjóri sagði að hún er orðin mjög hættuleg og gömul. Ég hef ekki ágjörð af því svo sem að þessi lyfta sem við erum að kaupa sé notuð. Það er víst þekkt í bransanum að kaupa notaðar lyftur, það munar mjög miklu verði. Aðalkrafan er svo að það sé til viðhald, eða hvað að segja, svona varahlutir, þeir séu í lagi. Það er oft það sé vont að kaupa lyftur sem ekki fást varahlutir í. Þannig að þetta er bara hið besta mál og ég vil bara lýsa sérstaklega ánægju mín og þakkir til þessa verkefnahóps sem að stóðu að þessu verkefni. Já. Bryndís Haraldsdóttir næst og síðan Sigrún. Ég ætla reyndar að tala annað mál í fundargerðinni. Já, skulum að klára á skíðasvæðinu. Þú ætlar að tala skíðasvæðinu, eða ekki? Sigrún? Gjör svo vel. Já, ágæti forseti, ég kem líka fram undir máli númer 8 skíðasvæðin og ég ætlaði bara að lýsa ánægju minni með það að það sé farið út í þetta verkefni. Skíðaíþróttin er yndisleg fjölskylduíþrótt og ungmenni hafa alveg sérstaklega gaman að henni og þannig að það er bara nauðsynlegt að styðja við bakið á henni. Eins og fram kom hér áðan þá hafa þessi svæði svolítið verið að grotna niður. En það er kannski svolítið á náttúrulegum ástæðum vegna þess að veðurfar á Íslandi, það er mjög breytilegt og það hefur náttúrulega mikil áhrif á nýtingu þessara svæða. Nú eru vonir til að það breytist með kólnandi loftslagi hér á Íslandi. Því er spáð að loftslagsbreytingar geti haft þau áhrif á Íslandi að loftslag kólni hérna. Þannig að það er bara þitt besta mál að vera undir það búin og kenna öllum á skíði. Já, ég hef nú sett sjálf mig hérna og mælda frá málum og alltaf sem heitir skíðasvæðin, endurnýjun og uppbygging mannvirkja og Ari bæjarfulltrúi að fara yfir þetta mál og taka undir þeirra orða hvað þetta er bara gott málefni að þetta sé að heildstæð áætlun fyrir þessi skíðasvæði hér á höfuðborgarsvæði 2 og tíma áætlun líka og þannig þetta er ekki bara stefna, þetta er líka að fóra að negla þetta niður, þetta er náttúrulega stefna framtíðina og sérstaklega vil ég nefna Skálafell sem er nú verið nefnt hérna áður að þetta var nú hér orðið ansi dabburt með Skálafell út af ýmsu. Það var ekki bara veðurfarslega ástæður heldur líka lyfturnar og vegurinn, aðkoman og nú stendur það allt til bóta. Að margir hér Mosfellingar muna þá tíð þegar það var sneisafullar brekkurnar í Skálafelli og Mosfellingar sóttu mjög þangað. Þess að fór rúta hér í gegn til að tekið fólk og tilbaka aftur. Þannig einhvern veginn var nú Skálafell á þeim tíma allavega svona skíðasvæði Mosfellingar þó það sé nú reyndar í Reykjavík vegna þess að núna eftir að Kjalarneshrepur sameinaðist Reykjavík. En þannig að ég vil bara taka undir orð þess sem hér hafa verið sögð ég vil kalla þetta bara endurreist Skálafellssvæðisins. Það er ekkert annað
sjáanlegt með því að bara endurnýja lyftuna og svo náttúrulega vegurinn á dagskránni og snjóframleiðsla. Nú, ég lít svo á að þetta mál sé útrætt en Bryndís Haraldsdóttir, þú varst búin að biðja orðið eitthvað annað mál í þessar fundargerð. Gjörðu svo vel. Já, forseti, mér langar nú samt fyrst að fá að taka undir það sem fram hefur komið varðandi skíðasvæðin okkar og bara fagna því að þetta sé komið á þennan stað og þakka okkar fulltrúum í nefndinni fyrir að framleiða þessari vinnu og þeim sem af því hafa komið og bara einmitt eins og ég segi þetta skiptir okkur öll mjög miklu máli og við Mosfellingar höfum svo sem talað fyrir þessu í mjög mörg ár og höfum átt að glíma töluverða andstæðum frá öðrum sveitarfélögum. En það sem mig langaði að ræða sérstaklega hér er mál nr. 5 sem er umsókn lóðir í Leirvogstungu við Fossatungu og Kvíslatungu og það er nú ekki það er að segja það er ekki oft sem Mosfellsbær að deila út lóðum því eins og við vitum þá er það þannig að lönd eru hér meira og minna í eigu einkaaðila. Þarna bættist við ein gata í Leirvogstungu hverfinu þegar gerðar voru skipulagsbreytingar og mislæg gatnamót sem átti að vera þarna milli athafnasvæðisins á Tungumölum og Leirvogstungu hverfisins var breytt í þetta hringtorg sem er þarna og það er þetta mislægt og þar var til töluvert rými þegar þetta var hannað upp á nýtt og þá gafst tækifæri til að bæta þarna við götu. Og mér langar að fagna því og benda fólk hér á og hér eru hátt í 350 umsóknir þessar 30 lóð sem voru til úthlutunar og það sýnir sig enn og aftur að fólk vill búa í Mosfellsbæ og byggja í Mosfellsbæ og það er mikið fagnaðarefni. Þannig Sigríður, þetta mál. Já. Já, gjörðu svo vel. Þetta er mál nr. 5 sem við ræðum núna. Forseti, ég ætla að feta í fótspor bæjarfulltrúa Bryndísar og brjóta reglur hér á þessum fundi og tala aðeins mál sem forseti er búinn að loka umræðu og það er skíðasvæði og ég ætla bara að taka undir fögnuð allra viðstadda með það mál og ég kann ekkert á skíði og það er kannski komið tími til að maður læra eins og á skíði en ég skilði vel að fólk vilji fara á skíði og þá er gott að þetta fara upp í Skálafell til Reykjavíkur en nú er ég búin að synda upp á náðina hjá forseta og þá ætla ég að fá að tala um það sem er hér til umræðu og það var mál nr. 5. Þetta er náttúrulega mjög áhugavert hvað koma margar umsóknir þessar lóðir og ekki bara áhugavert, þetta er ánægilegt. Mér langar og það er náttúrulega þannig að það verður dregið úr umsóknum, það er ekki verið að úthluta eitthvað staðar þessum lóðum, þetta verður dregið þar og fulltrúi sýslumanns mun hafa yfirumsjón með þeim útdrætti. Ég spurði á bæjarráðsfundinu hvort það væri vita hversu stór, hvernig ég orða þetta, hver skiptingin væri annars vegar á milli einstaklinga sem sækja lóðir og hins vegar á milli verktakafyrirtækja. Þá lágu þær upplýsingar ekki fyrir og nú langar mig bara til þess að spyrja bæjarstjóra hvort að þær upplýsingar liggi fyrir núna. Ég hef engar frekar upplýsingar það. Það er ekki búið að fara yfir þetta þá. Forseti, þá ætlum ég kannski að fá að spyrja, eru vonir til þess að, fyrst að það er ekki búið að fara yfir umsóknunar, eru vonir til þess að áætlun tímaáætlun standist þá í þessu verkefni? Er ekki 8. apríl í dag? Jú. Það er 8. apríl. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Haraldur Sverrisson. Forseti, ég man ekki hvort það var eitthvað sérstök tímaáætlun, við töluðum að reyna að draga út. Núna var það ekki í næstu viku. Það er svo sem ennþá stemt að því. Það er töluverð vinna að fara í gegnum þetta. Þetta para saman umsóknir og hafa samband við einhverja umsækjendur sem lágu fyrir óljósar upplýsingar Það er bara verið að vinna því, lögmaður bæjarins og fleiri eru að því og ég vonast bara á þetta. Það verður dregið úr þessum leið og það er tilbúið og ég gerur ráð fyrir því að það getur bara vorið í næstu viku vonandi. En það er engin að slöksa neitt í verkefninu sko. Gjörðu svo bara út með orðið.
Forseti, ég vil bara vegna loka orða bæjarstjóra, ég þakka hún fyrir upplýsingar sem hann býr yfir, en vegna loka orða bæjarstjóra að það enginn verið að slugsa, þá vil ég bara taka það fram hér bæði í beinni útsendingu og upptöku að það flögra ekki að mér að hér verið starfsmenn bæjarins að slugsa. Hvorki bæjarstjóri sjálfur, né aðrir starfsmenn bæjarins. Já, einhver sem vil ræða þetta mál frekar, orðið er ennþá laust önnur mál nema þessi tvö sem við erum búin að ræða. Hafsteinn Pálsson, gjör svo vel. Forseti, það er kannski bara í þessu samhengi rétt að vekja máls á því að núna í vikunni þá var málþing á vegum Samtaka iðnaðarins íbúðamarkaðinn og þar var vikið meðal annars að því að það vantaði 45.000 íbúðir fram til ársins 2040 og vildi bara setja þetta í þetta samhengi og þannig að þetta er bara á höfuðborgarsvæðinu og það þýðir það að sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu þeir þurfa að skoða það hvernig ríflega 2000 einingar eigi að verða til árlega næstu rúmlega 2 áratugum og það er kannski bara eitthvað svona sem að við þurfum að hugleiða og þar kom einnig fram að hlutfallslega þá væri verið að byggja mest í Mosfellsbæ á höfuðborgarsvæðinu og það eru samkvæmt þessari talningu Samtaka iðnaðarins þá væru allavega 550 einingar, þetta er talning sem var í mars, það er ekki vel verið að það bæst eitthvað við síðan þá, fór ekki að fara með það. En hlutfallslega er verið að byggja meira hér heldur en annar staðar á höfuðborgarsvæðinu og það er engan veginn verið að mæta samt þeirri þörf sem er til staðar í þessi árin og við þurfum bara því að hafa þetta í huga þegar við erum að ræða lóðarúthlutanir og skipulagssvæði og við erum klárlega að leggja okkar á mörkum hér. Já, við erum ennþá að ræða málefni 5 og Bryndís, þú ætlar að ræða það. Ég klára þá umræðum þetta mál og þetta síðan áfram með önnur mál. Virðulegur forseti, bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson kveikti á umræðu almennt lóðaúthlutanir og lóðaskort og húsnæðismálin, en þetta er væntanlega undir liðnum úthlutun lóða í Leirvogstungu og Fossatungu og í Leirvogstungu hverfi. Það er það sem er á dagskrá. Og það er alveg rétt sem framkom hjá bæjarfulltrúnum að augljóslega hefur Mosfellsbær verið að standa sig varðandi lóðir og uppbyggingu hér á höfuðborgarsvæðinu. Og ég tek undir það, ég sagði nú að það væri ekki mikil hefð fyrir því, við erum ekki ofta að deila út lóðum, en við auðvitað höfum skipulagsvaldi og við þurfum auðvitað að huga að því, en það er alveg ljóst að við eigum hér á skipulagi töluvert magn af lóðum. Kannski þarf að huga einhvers staðar breytingu á deiliskipulagi eða leggja fram ný deiliskipulag, en þessi umræða er, held ég, mjög brýn og mér langar samt að segja það að ég hef nú ekki rýnt þessa tölu frá Samtökum iðnaðarins. En þær hafa fyrst og fremst byggst hérna á því að Samtök iðnaðarins kalla eftir upplýsingum frá sveitarfélögum og keyra svo á milli hérna hverfa. Og það er náttúrulega algjörlega óásættanlegt, finnst mér, að við höfum ekki betri upplýsingar og gagnagrunn þessa stöðu, þennan mikilvæga markað. Og þetta eitt af mikilvægastu verkefnum sveitarfélagana er auðvitað að sjá til þess að hér sé þetta að byggja upp. Bara út af því að hann kemur hér með tölu frá Samtökum iðnaðarins sem er tekið út til ásins 2040 og miðast væntanlega við svæðisskipulag, ger ég ráð fyrir, eða spá Hagstofunni eitthvað þess aftar, að þá hefur Íbúðalánasjóður spáð því að það séu ekkert spáð því, þeir meta sem svo að það sé skortur í byrjun árs 2017 upp á 6.000 íbúðir. Það þýðir að það væru 12 til 15.000 manns á götunni eða vanti fasteign. Það er bara heitt Mosfellsbær, rúmlega það. Þannig að ég held reyndar að það sé mjög ofmetnar tölur og þess vegna bara þegar við erum að ræða þetta annars vegar skipulagsmál hjá okkur, lóðarhlutunum og annað þá bara hvet ég til þess að sveitarfélögin hérna á höfuðborgarsvæðinu fari vel yfir þetta og það þarf auðvitað að liggja fyrir greinagóðar upplýsingar hver er staðan í þessum málum hjá öllum sveitarfélögum.
og við höfum auðvitað notað það tækifæri sem í gegnum svæðisskipulag þar sem að Skipulagsstofnun var falið það verkefni að halda sérstaklega utanum þessa liði. Því það skiptir auðvitað okkur máli þegar kemur að úthlutunum á lóðum svona eins og í Leirvogstungu og Helgafellsklefi og fleiri stöðum. Til að tengja inn í umræðefnið. Tengin í umræðefnið. Sigrún Pálsdóttir, mál nr. 5. Þú að ræða það þessi. Já. Gjör svo. Já, getur forseti, við langar aðeins í framhald af því sem að Hafsteinn sagði að hann talaði að hér vantaði til 45.000 íbúðir. Ég get sagt frá því að ég fór á málþing árið 2007 þar sem talað var að byggingarland á höfuðborgarsvæðinu yrði uppurið árið 2040. Yfir höfuð pláss fyrir þessar 45.000 íbúðir? Hefur einhver reiknað það út? Spyr ég. Það væri allavega mjög áhugavert að vita. Og síðan get ég líka sagt frá því að við Hafsteinn við sátum hér merkilegan hádegisfund hjá Íbúðalánasjóði í febrúar þar sem við var að fjalla byggingariðnaðinn hérna á höfuðborgarsvæðinu og það voru haldin tvö mjög fróðleg erindi. Annað erindi það var hagfræðingur sem að seinna talaði síðan á málþingi hjá Reykjavíkurborg íbúðamarkaðinn og það sem að ég tók eftir þar var að það náttúrulega skorti stórlega mannafla til að byggja húsnæði á Íslandi fyrir utan áhrifin ef að allt færi í gang hérna á fullu gasi og við færum að annað eftirspurn. Það væri bara hægt á því að hér myndi allt fara aftur koll vegna þess að það myndi skapast mjög mikill þrýstingur og síðan yrði niðursveifla, hrun í byggingariðnaði og svo framvegis. Síðan var líka talað það að það væri eitt helsta vandamál í byggingariðnaði væri lítil framleiðni. Það hvergi lítil framleiðni í byggingariðnaði á Íslandi. Svona samanborið við á Norðurlöndunum og það var doktor í verkfræði sem var að segja frá doktorsritgerðinni sinni þarna á þessum fundi. En þetta allt í þessu samhengi, þá þetta bara mjög áhugavert og við þurfum að skoða þessi mál út frá öllum hliðum. Það var eitt af því sem hann sagði þarna sem að ég tók sérstaklega eftir, þessi doktor, var að ein af ástæðunum fyrir því að framleiðni væri lítil hvernig sveitarfélögin vinna að skipulagsmálum. Það alltaf verið að breyta skipulagi, það aldrei hægt að ganga út frá þessum vísu að skipulagsáætlanir standist og svo framvegis. Þetta eitthvað sem við getum til dæmis lagt til í þessari umræðu, að skoða þetta. Takk fyrir. Já, mál nr. 5, eitthvað sem við ræða það? Nú þá erum við búin að ræða 2 mál til fullnustu í þessari fundargerð, en orðið ennþá laust þessa fundargerð ef einhver vil ræða einhverja öðrum málum sem eru þar. Þarna voru samtals 8 mál, nú svo virðist ekki vera, þá umræðan lokið og við göngum til atkvæða. Þeir sem að samþykkja þessa fundargerð eins og einstök mál bera með sér beinir rétti pönd og það eru 9 hendur á lofti. Þá komið að nefndunum. Eins og ég kynnti hérna uppæði, það eru fundargerðir frá 3 nefndum að þessu sinni. Fyrst fræðslunefnd, hún fundaði 11. apríl síðastliðinn, fundur nr. 349 og ég gef orðið laust þá fundargerð. Sigrún, gjör svo vel. Fræðslunefnd 11. apríl. Já, ég kem hér fram undir máli nr. 3. Það eru málefni nýbúa. Þetta mál var tekið á dagskrá vegna fyrirspurnar frá íbúahreyfingunni og
það var spurt hvernig tungumálakennslu og menningarlegri aðlögun fyrir börn af erlendum uppruna og tvítyngda háttað í leik- og grunnskólum í Mosfellsbæ. Ástæðan fyrir því að við sendum inn þessa fyrirspurn sú að það var gerð PISA-könnun fyrir nokkrum árum þar sem kom í ljós að þessi hópur hér á Íslandi, hann stendur alveg sérstaklega illa vígi miðað við önnur OECD-lönd. Og skólakerfið reyndar að bregðast við því og það var sendur út hópur af kennurum til þess að kynna sér hvernig þetta gert í Skandinavíu, hvernig tekið á móti börnum af erlendum uppruna og hvaða þjónustu fá og svo framvegis. Og þetta var ein af ástæðunum fyrir því að við spurðum allt þessu. En svo vorum við náttúrulega líka þá fjóra nýbúa í skólan þannig að það var svona tilefni til að forvitnast þetta. Ég ætla svo sem ekkert að fara orðlengja þetta, því það eru glærur sem fylgja þessu. Það sem fram kemur til dæmis að það eru 28 grunnskólabörn hér í Mosfellsbæ sem eiga foreldra sem eru bæði af erlendum uppruna. Í leikskólum eru 14 leikskólabörn sem eiga foreldra af erlendum uppruna, báða foreldra af erlendum uppruna. Það eru 21 tungumál sem þessi börn tala, þannig að þetta heilmikið verkefni. Það segir, samkvæmt rannsóknum, þá mjög mikilvægt að börn læri móðurmáli sitt. Börn sem flytja til Íslands að þau læri móðurmáli sitt. Það mjög mikilvægt að þau geri það. Vegna þess að það leggur grunn að öllu öðru námi, að hafa góð tök á eigin móðurmáli. Þannig að Íslendingar þurfa að bjóða upp á aðstöðu til að kenna þessum börnum líka móðurmáli sitt. Ekki bara íslenskuna. En þið getið kynnt ykkur þetta á vefnum, vegna þess að það eru glærur sem fylgja með þessu og það sem framkom að þessu fundi að Mosfellsbær og starfsfólk skólasviðs á fullu við að innleiða ný vinnubrögð í þessu og vinna náttúrulega með öðrum sveitarfélögum á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að það náttúrulega eru mikil samlegðar áhrif hér á höfuðborgarsvæðinu. Já, Þetta er fundarlið. Já, það er fundarlið og það að sjálfsögðu veit. Nú, við hefjum þá fund á 9 hér og við erum að ræða málefni nýbúa og sem málefni frú Anna Sigríður Gunnardóttir. Þú orðið, gjörðu svo vel. Takk, ágætur forseti. Ég hér upp í þessari pontu til þess að ræða málefni 3 sem heitir málefni nýbúa en fjalla nú reynda bara náttúrulega þennan afmarkaða þátt sem snýr að þeim málefnum öllum saman. Nú er ég ekki svo heppinn að vera fulltrúi í fræðslunefnd, þannig ég sat nú ekki þennan fund eða fékk þessa kynningu. En ég var að lesa í gegnum gögnin sem hér liggja, sem voru lögð fram og væntanlega rædd á fundinum. Og það sem mér finnst skína í gegn og ég held að sé svo mikilvægt að það þetta samræmi í íslensku skólakerfi gagnvart börnum sem hafa annað móðurmál en íslensku. Og ég sé að það er vinnuhópur SSH sem að tala þar samræmda móttöku. Það líklega felst í þessu
að það sé að sama hvar börnin búa á landinu, það sé að þau fái sams konar kennslu og aðstoð við að verða fullgildir þátttakendur í samfélaginu og skólasamfélaginu. Ég held að það sé alveg grundvallaratriði og það held ég gerist ekki bara á vettvangi sveitarfélaganna. Ég held að ríkisvaldið verði að koma þar inn og það er enda nefnd stofnun sem að hefur nú ágæti forseti, nokkur sem ratað í fjölmiðla, Menntamálastofnun held ég hún heiti, og það er lagt til að þar verði byggður upp einhvers konar gagnagrunnur námsefnis fyrir kennara. Það er eflaust mjög gott, en þetta er líka bara mjög flókið mál og bara ef við horfum á tölurnar hjá okkur í Mosfellsbæ, fjölda þeirra tungumála sem börnin eiga að móðurmáli, ég held að þó við séum náttúrulega kannski ekki stórasti bær í heimi, en góður bær, þá held ég að við getum átt í erfiðleikum með að vera með fullkomna kennslu í móðurmálskennslu fyrir börn þegar þau tala 21 mismunandi tungumál. Þannig að þetta hlýtur að vera stærra samstarfsverkefni hjá okkur að vinna úr þessu. Og þá bara endurtekið það þarf að sækja, þetta er eitt af því sem ég finnst að sækja á ríkið með að sinna með sóma. Og auðvitað eru náttúrulega aðstæðnir eru mismunandi, það er ekki öll börn sem tala eitthvað tungumál sem eru mjög fjarri okkar tungumálum, en það er náttúrulega viss fjöldi og við þurfum, eins og kom hér fram í máli bæjarfulltrúa Íbúasambandarinnar og eru bara orðin gömul sannindi, að það að öðlast færni í sínu móðurmáli skiptir gríðarlega miklu máli allt framhald, bæði það að læra önnur tungumál og síðan bara hvernig þið tekst að nýta þá hæfileika sem að þú býrð yfir. Og þannig að það er eitt, að kenna að sjá til þess að börn læri sitt móðurmál, og svo er það hitt, það er að sjá til þess að börn fái kennslu við hæfi í íslensku. Og mér sýnist, nú verður að leiðrétta mig ef það er rangt, af því ég tek það fram, ég er svo óheppin að vera ekki fræðslunefnd, að það er talað hér í þessum tillögum, það er talað menntun kennara í kennslu íslensku með leyfi forseta. Menntun kennara í kennslu íslensku sem annars tungumáls í HÍ. Og nú spyr ég, er hægt að ná sér í þannig menntun innan Menntavísindasviðs Háskóla Íslands, veit það einhver hér? Ég skil þessa setningu í skjalinu þannig að þetta sé eitthvað sem sé verið að kalla eftir. Ég held að það sé mjög, mjög mikilvægt. Og svo vil ég bara segja að það er bara fínt að fá einmitt þetta yfirleitt og þakka íbúahreyfingunum fyrir að hafa komið þessu máli á dagskrá nefndarinnar. Takk. Já, nú er 3 bæjarfulltrúar beðin og rið þetta málefni nýbúa og Kolbrún Þorsteinsdóttir. Þú ert næst, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta er líka hér fyrir ítarleg gögn varðandi þetta mál nýbúan okkar hér í Mosfellsbæ og þessi börn sem eru í skólanum okkar sem tala, þarna erum að ræða 21 tungumál, það er nú ekkert smá, og ég var nú bara að hugsa þegar ég var að ræða þetta undir þessum lið að þetta er mikil gróska og við ætlum bara að fá að sjá svolítið þessi börn og þeirra menningu og öll þessi tungumál umræða er náttúrulega bara, þetta er umræða þetta er bara menningar viðbót, þetta er svona þessi fjölmenningar umræða sem á sér stað hérna í bænum að við ætlum að gera miklu meira úr þessu þegar svona gögn liggja fyrir, það verður gaman að sjá og fá að kynnast bara bakgrunni þessara nemenda. En þetta var mjög þörf og góð spurning, þetta spratt nú upp úr umræðu það sem við áttum eftir í lok fræðslunefndarfundar hér daginn þegar fyrir lá að það var að koma börn flóttamanna eða flóttafólks í Varmárskóla og þá náttúrulega fórum við að ræða það hvernig þeirri móttöku væri háttað. Íbúahreyfingin setur inn þessa spurningu og við fáum biður þessar upplýsingar, við fáum mjög ítarleg og góð svör. Það er mín reynsla allavega sem kennara að það er verið að gera heilmikið allstaðar. Það er verið að gera mjög mikið í hverjum skóla en ég held að við myndum vanta svolítið upp á þetta samstarf
og einhvers konar upplýsingamiðlun á milli skóla, milli bæjarfélaga og það er einmitt komið núna í þessi vinnuhópur SSA sem sem búið að stofna og þá er þetta að verða svona, það er margt til í mörgum skólum, það er margir kennarar sem er búin að vera að sérhæfa sig í móttöku og móttöku deildir til og við erum með móttöku áætlanir eins og kemur þarna fram en sem vantaði kannski svolítið var þessi að deila þessum upplýsingum þannig að allir fá að njóta og sum hverfi eru betur í stakk búin, önnur hverfi til að taka á móti, hafa lengri sögu. Við eigum ekkert sérstaklega langa sögu hér í bæ en betur fyrir þá er þetta nú alltaf breytast og við erum að fá fjölbreyttari hóp í skólan okkar og þannig að það hafa kennarar hér komið á fari og það er kannski verið slæmt að sko, þekkingin hefur farið með kennurum. Það er ekki gott að því hafa komið hér kennarar, verið hér í einhver ár, byggt upp deildir og síðan hafa þær farið og það er kannski ekkert mikið sem liggur eftir að því að þá kannski ekki passa nógu vel upp á að geyma eða bara þekkingin farin í kennaranum hreinlega. Og það er alltaf eitthvað sem við þurfum að passa upp á. Og ég held einmitt með þessu samstarfi að þá kannski náum við að halda kannski betur utanum þau gögn sem við eigum og halda betur utanum stefnundar okkar sem inn í skólanum. Og þetta er alltaf heilmikið eins og kemur þetta fram á glærunum, glæran sem heitir hvað er verið að gera, hvaða stuðningur eru kennarar að fá. Og þetta er heilmikið mál að vera með bekk, 20 barna bekk og það er kannski töluðar, náttúrulega 80% barna tala íslensku og það er kannski 5 nemendur sem tala tungumálið. Eðlilega verður kennarinn að fá okkur stuðning. En það sem er mest kvartað yfir, og það þekki ég líka veginn raun, að það námsefnið er að skorna skammti. Það er ekki hægt að bjóða hér úlingum upp á námsefnið sem er verið að kenna á yngri stigum. Þannig að þá einhvern veginn missa þú áhugan, finnst lítið úr sér gert og þá eru svolítið búin að missa þessa nemendur. Þannig að þetta er grafalvarlegt mál, þetta er líka mikið aðlögunarmál. Hversu vel er tekið á móti mér sem erlendu barni í landi sem ég þekki ekki neitt. Og þá verða þau líka, ef þau finna ekki að þau verið velkomin, þá verða það hópamyndanir, þau einangra sig og við vitum hvaða afleiðingar það hefur. Að þetta er gríðarlega mikilvægt, við tökum vel á móti þessum börnum, sýnum þeim alla umhyggju og virðingu sem við eigum til og það vantar og þetta allt saman vantar námsefni. Og ég bara trúi því upp úr þessari vinnu fara einhverjir kennarar á stað og einhvers stað verði til einhver pottur til að fara að búa til námsefni sem hentar nemendum á öllum skólastigum og við eigum þetta bara að horfa til Norðurlandana, til Svíþjóðar þar sem að þau hafa áratuga sögu af móttöku. Við eigum bara að fara þangað og horfa bara, við þurfum ekki að finna hjólið. Þau hafa lengri sögu en við og við eigum bara, við getum hreinlega bara að googla þetta, ég er alveg viss um það. Sjáum hvað Svíarnir eru að gera, þannig þá gerum við það bara. En þessi styrkur sem er nú ástæðan fyrir því að þessi vinnuhópar að setja saman, styrkur sem þau sóttu og eru að undirbúa þetta verkefni og búin að halda nokkrar ráðstefnur og þetta er búin að vera mjög flott hjá þeim. Og hér kemur fram í glærunni hvað er verið að gera. Það stendur undir neðsti liður. Í Mosfellsbæ er að störfum vinnuhópur handbók og samræmda móttökuáætlun. Það er mjög mikilvægt, mjög gott að það sé í gangi. Þannig að við mjögumst áfram í rétta átt. Og þannig ég held að hún var að tala um hvort einhverju kennarar sé að mennta sig í móttöku barna af erlendum uppruna, að ég veit allavega í Háskóla Íslands og það þekki ég vel til í þeirri deild þar sem að er heil deild þar sem verður að taka á móti fullorðnu fólki. Það er að segja, það er ekki verið að mennta kennara þar en það er svona móttaka erlendra nemenda sem að er að fá íslensku kennslu og svona menningarkennslu. Ég þekki það er mjög flott starf sem er unnið þar. Þannig að en ég veit ekki hvort að kennara, sko menntavísindasvið sé að mennta kennara sem eru að sérhæfa sig í sérstaklega. Það þarf örugglega eitthvað sem kennaramenntunin þarf kannski að fara að skoða það svolítið sem það kennaraháskólinn eða hvað heitir menntavísindasvið í dag. Já, en þetta er svona það sem ég vildi segja um þetta og ég held að allavega við erum að mjagast í rétta átt. Og kannski langar mig að tala um það, einu sinni var ég að læra að verða blaðamaður. Það skrifa ég greinum sem tók viðtölum við nýflutta, erlendar fjölskyldur sem voru nýfluttar hingað og þau einmitt hömruðu á því að það væri svo mikilvægt að börnin fengi áfram kennslu í þeirra móðurmáli og ég man einmitt að greinin mín hét Móðurmálið er hjartansmál og fekk birtingu í stóru blaði, ég var mjög ánægð með það
Og en þar var einmitt þetta að börnin læra áfram tungumáli sitt til að þau staði mikið, og það líka þessi tengsl við fjölskylduna og ræturnar sína sem eru mikilvægur. Ég tek undir það eins og kom fram hérna í máli annars síðar áðan að þau stopp ekki þó að þau séu komin hingað. Að það hefur bara allar rannsóknir sýnt að það mjög mikilvægt að þau læra áfram tungumáli sitt. En það ýmislegt í gangi þar ég veit að pólska samfélagið í Íslandi mjög dugulegt að það búið að stofna skóla þar og það gróskan mikil, það heilmikið að vera. En takk fyrir, forseti. Já, Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel, þú eru við. Mál númer 3. Ég er alltaf að horfa á hana, ég veit ekki á það. Já, ágæti forseti. Ég fór á málþing hjá menntavísindasviði sem haldið var á vegum SSH daginn annars og þar kom fram að það vantar allt stoðkerfi fyrir kennara. Það vantar undirbúning fyrir þetta verkefni að taka á móti börnum. Það vantar líka allar stuðningseiningar og það vantar allt. Og þessi kennarar, þeir fóru 10 kennarar til Skandinavíu í 3 ferðir og fengu til þess styrk frá Erasmus. Það Evrópusambandið sem að styrkja okkur í þessu. Það kemur fram í gögnunum. Já, það Evrópusambandið og náttúrulega því að grunnskóli á vegum sveitarfélaganna, þá það SSH sem hefur með þetta að gera. En það sem náttúrulega þau kvörtuðu yfir þannig á málþinginu var að Menntamálastofnun skulle ekki sjá til þess að búa til námsefni. Það verið að búa til námsefni út allt land og hver skóli fyrir sig og svo framvegis, þannig að þetta bara mikill að útbóta þörf og það verið að vinna í því. En ég vildi líka segja eitt varðandi öll þessi tungumál og landsbyggðina. Þá búum við náttúrulega svo vel að það mjög tölvutæknin og það svo auðvelt að hafa samskipti og kenna í gegnum netið. Þannig að þetta ætti, ef að velur á þessu staði, ætti það ekki að vera nein hindrun fyrir landsbyggðina í framtíðinni. Og þá kannski líka hægt að kenna börnum úr mismunandi skólum í sömu kennslustund og svo framvegis. Þannig að það ýmislegt í gangi og hægt að gera. Já, Bryndís, gjörðu svo vel. Já, virðulegur forseti, ég ætla nú bara að taka undir held ég með flestum sem að tala hafa á undan mér þetta og mikilvægt að fræðslunum taki upp þetta mikilvæga mál sem málefni nýbúa. Ég bara hjó eftir því út af bæjarfulltrúi Anna Sigríður Guðnadóttir fór að tala að ríkið þyrfti að stíga inn og ég gerir ráð fyrir því að hún hafi þá svolítið verið að vísa í námsefnagerðina. En ég vildi bara, eftir á fór ég að hugsa, það væntanlega það sem hún var fyrst og fremst að vísa í því að var nú að hugsa bara við, í gegnum jöfnunarsjóð, í gegnum grunnskólaframlagið líka horft til fjölda nýbúa. Þannig að það verið að jafna þannig út með að það leggst mismunandi á sveitarfélagið. En bara tek undir það hér að ég held að við séum að gera margt mjög vel og það var ánægjulegt að sjá þessar glærur þarna undir og auðvitað bara þurfum við að tryggja það að þekkingin sé eins og kostur svona ferluð og þannig að hún gangi mannamönnum þó að vera mannabreytingar í skólanum okkar. En svo langaði mig bara í þessu ljósi að deila því með ykkur að við notum oft orðið aðlögun þegar við erum að tala nýbúa. Og mér fannst það mjög áhugavert þegar ég var í hópi kvenna af erlendum hópi kvenna af erlendum uppruna að þá töluðum það að þeim fannst þetta smá lítilsvirðing. Það væntanlega verið að íslenska orðið integration sem þá svona ákveðin samþætting þar sem þýðir að báðir aðilar þurfa svolítið að koma saman og samþætta sig en aðlögun þýðir svolítið bara annar aðilinn eigi að aðlega sig hinu. Og ég held að það sé svolítið mikilvægt í þessari umræðu okkar nýbúa og nú höfum við hóp nýrra íbúa hér sem að koma úr erfiðum aðstöðum og ég veit að Mosfellingar hafa tekið mjög vel á móti þeim og þá er gott svona bara aðeins að hafa þetta í huga. Ég efast ekki að þeir hafi álíka mikið fram að færa til okkar eins og við höfum fram að færa til þeirra.
að bæjarfulltrúar ræða þetta mál frekar, númer 3. Nú, þá er umræðum lokið það mál, en orðið er ennþá laust fundargerðina, önnur máli voru Það var ég búin að biðja um orðið. þá bara færði orðið hérna, annað mál. Já, virðulegur forseti, það var lið númer 4 sem ég langaði að ræða. Mér bara finnst mjög ánægilegt að við séum að taka þátt í þessari rannsókn sem að þér heitir sem sagt Tallis rannsóknin, og ég hafði svo sem ekki hugmynd um hvað hún væri, en hún sem sagt snýr að því að skoða ekki síst aðbúnað. Og þetta er fyrsta skipti sem að leikskólar taka þátt í þessari könnun, og mér langaði bara að vekja máls og vekja athygli á því hér, því við höfum verið að ræða svolítið leikskólastigið og það hefur verið mjög víða í umræðunni mikilvægi leikskólastigsins, og ekki síst kannski að þeir sem starfin á leikskólum hafa verið að kvarta einmitt yfir aðbúnaði, hljóði og mikill fjöldi barna og mikið álag og allt þetta. Þannig að mér fannst mjög ánægulegt að sjá það að við værum að taka þátt í þessari rannsókn. Ég reyndi að verða viðurkennd, ég hef ekki heyrt jafn mikið talað þessi mál hér í Mosfellsbæ eins og til að mynda umræðan hefur verið í Reykjavík. Ég hef spurt hér þetta formann fræðslunefndar og það sem fræðslunefnd sitja þegar þeir hafa verið að funda með leikskólanum, og ég vona það að það sé svona almenn ánægja, en ég veit að það er auðvitað mannekla við og það er erfitt að manna leikskólakennarastöður. Náðu ekki hvað bæjarfulltrúinn var að kalla fram í, en mér langar bara að vekja athygli á þessu og fagna þessu sérstaklega. Já, einhvers aðrir fulltrúar bæjarfulltrúar sem vilja ræða máli númer 4 sem að breytist að ræða Tallisrannsóknin, svo er ekki, en orðið er ennþá laust, það þrengist hringurinn. Eða menn vilja ræða eitthvað önnur mál hér, og svo er ekki, þá göngum við til atkvæða þessa fundargerð. Já, það er nú ekki allir bæjarfulltrúar viðstaddir hérna, en við göngum samt til atkvæða hér og við erum að rétta upp hönd sem að samþykja þessa fundargerð, eins og einstök mál bera með sér. Það er Stendur nú lengi við þessi já, atkvæðagreiðsla, þetta er forseti? dálítið löng atkvæðagreiðsla að gefnu tilefni. Þið eru að smala köttum hérna eða? Já, það eru 9 hendur á lofti, samtidig með 9 atkvæðum. Það er víst ekki bara gert við Samfylkingu. Það er komið að næstu nefnd, ágætu bæjarfulltrúar. Næstu nefnd er íþrótta- og tómstundanefnd, þögn í fundarsalinn. Við förum næstu nefnd sem er íþrótta- og tómstundanefnd, hún fundaði 5. apríl síðastliðinn og hann var númer 220 þessi fundur. Þar voru reyndar bara 2 mál á dagskrá og ég gef orðið laust. Íþrótta- og tómstundanefnd. Rúnar Bragi, gjörðu svo vel. Ágæti forseti, ég að koma undir íþrótta- og tómstundanefnd. Ég veit ekki hvort að mér leiði forseta að koma kannski fram undir bara allri fundargerðinni ef það er hægt. Ég veit það Það ekki. er nú reyndar bara 2 mál. Ég veit það, en Byrjaðu á öðru. já, kannski bara í fyrsta lagi þá er það mál nr. 1, það er afhending styrkja til ungmenna, efnilegra ungmenna. Að bara að kannski enn og aftur óska þeim sem að fengu hér styrk innilega til hamingju. Það voru mjög mikið af ungu og mjög efnilegu fólki sem að sótti hér styrki til þess að þeir sem ekki geta unnið vegna sinnar íþróttar eða tómstundar fá hér afhenta styrki vegna að þeir geta stundað sinni íþrótt, og bara kannski líka bara því miður þá var bara ekki hægt að afhenta nógu mörgum. Maður hefði viljað afhenta helst öllum. Þar sem við hér í Mosfellsbæ eigum frábært íþróttafólk á öllum sviðum. Þannig að en fyrir nefndinni stendur alltaf mjög erfitt val og valið var að þessu sinni eins og það var núna í ár, og allavega þá óskum við þeim til hamingju. Ef að ég mætti halda þá kannski áfram. En rétt held ég að ljúka þessu hérna, að einhver annar biður orðið. Ég getum bara gert það hérna, einhver sem vill ræða mál nr. 1.
Og svo ekki, þá bara heimild. Þá, halda áfram. Takk fyrir það. Það í raun og veru kannski bara eitt sem ég langar að benda á í málefni nr. 2 fyrir bæjarfulltrúa að niðurstaða fundarins nr. 220 inn í fundargáttinni í raun og veru ekki alveg rétt. Það að segja, það sem hér stendur í fundargáttinni í raun og veru umsögnin sem kom til íþrótta- og tómstundanefndar, en eins og það sem samþykkt var á fundinum í raun og veru viðhengi þar sem að sendur umsögn starfsmanna. Ég veit ekki hvort við vilja að ég lesa hana hérna upp. Þetta er Bæjarás. Já. Hún tekið fyrir á fundi. Já, þannig að það var nú bara það sem ég vildi benda á. Takk fyrir. En hún á netið? Hún þannig að engin. Anna Sigríður. Hver svo var? Forseti, ég kem hér uppi fyrir mál nr. 2 hérna í fundargerð íþrótta- og tómstundanefndar og ég bara velti fyrir mér út frá svona stjórnsýslunni og svona fundartæknilegum sko varðandi fundargerðir, að þá hér fundargerð sem sagt nefndar fagnefndar í sveitarfélaginu og það sem sagt niðurstaða fundar íþrótta- og tómstundanefndar sögð vera í fundargerðinni, samþykkt með 3 atkvæðum að vísa til verkefnið og svo framvegis. Afsakið, ég glemt að biðja leyfi forseta en ég byrja að lesa þetta. Og ég bara veltaði fyrir mér, er þetta tæk fundargerð? Þess að niðurstaða íþrótta- og tómstundanefndar kemur ekki, skiljið, hún kemur ekki fram. Það er texti sem það að þessu máli er vísa frá bæjarráði inn til nefndarinnar. Nefndin kemst einhverju niðurstöðu og það hefur komið hér fram að nefndin skrifar umsögn. Þá hefði ég talið að niðurstöðan væri umsögn sem bæjarráði eða eitthvað. Mér finnst allavega mjög einkennilegt sko, ég bara hugsa eftir nokkur ári ef einhverju fara nú að skoða í gegnum þetta, þá þetta bara röng færsla í mínum huga. Það var ekki rétt færð fundargerð. Og ég veit alveg að það eru flestir hafa engan sérstakann áhuga á fundargerðum. Þetta er ekkert mjög svona áhugavert umræðefni kannski hvernig við færum þær, en það skiptir samt rosalega miklu máli að það séu ferðaréttar. Þannig að ef einhver, þetta er eiginlega kall út í viðhorfuna, ef einhver getur sko svarað mér það hvort að þetta sé í raun og veru tæk bókun fundargerðar. Umsögnin fer til bæjarráðs. Já, það allt annað mál, fyrirgefðu forseti. Fyrst að þú fórst að hefja samtali við mig sem þá ætla ég að leyfa mér að svara því að ég ekki að gera athugasemdir við það, að hún sé bara í fylgiskjali. Ég að gera athugasemdir við það í fundargerðinni ekki niðurstaða nefndarinnar, heldur bara vísunni frá bæjarráði. Og þetta fundargerðin sem birt. Herðu, já, Haraldur Sverrisson og síðan Hafsteinn Pálsson. Það bara eftir hvað hann segir. Hvort að ég vil. Forseti, ég voni ég segi enga vitleysu. Svo Hafsteinn þurfum við ekki að koma inn. En það er gott að hafa aðhald, sko. Og reyndum og tröstum forseta bæjarstjórnar og formann bæjarráðs til varðbæðara. Sko, í mínum huga, sko, þá fundargerðin eins og hún birtist hér með, sko, fundargátt ótæk. Því hún ekki að, hún röng. Ég veit eins og ekki hvernig undirskrifaða fundargerðin lítur út og ég byrði nú kannski rittar að Hún er eins. Hún er eins, já. Þá augljóslega held ég að hafa nefndin að skrifa undir ranga fundargerð. Eða ranga niðurstöðu, því niðurstaða fundargerðarinnar gerir ég ráð fyrir hafi verið svo að senda þessa tilteknu umsögn sem fylgir reyndar með sem fylgiskjal til bæjarráðs. Þannig að nú er spurningin, og það kannski þurfum við að taka fundarhlé nema Hafsteinn hafi lausnina, að gera fundarhlé og búa til tillögu að breytingu á fundargerðinni. En sko fundargerðin hlýtur að vera rangt bókuð, það liggur eiginlega hlutarins eðli. Og nefndarmönnum hefur yfirsést það þegar undirrituðu fundargerðina, held ég. Þannig að forseti, það væri kannski klokkt að gera fundarhlé nema Hafsteinn getur listið til beinni útsendingu. Það er beinni útsending, Hafsteinn, þú hefur orðið, en fleiri hendur á lofti, Ólafur Ingi síðan. Forseti, það sem að ég vildi leggja til hér í þessu máli, fundargerðin liggur fyrir og hún er færð eins og hún er færð og hún er undirrituð eins og hún er undirrituð og við breytum því ekki. Og það sem að mér finnst eðlilegt að við gerum er að við gerum með akkurat fundarhlé og semjum bókun þar sem að við færum þetta til betri vegar
hér í bæjarstjórn það hvað hver niðurstaðan Já, Ársæll leggur til að það er gert fundarlið, en Ólafur Ingi, viltu ræða komið í pontið áður? Gjörðu svo vel. Jú, fannst ég er bara alveg ósammála þeir sem hér talaði undan. Mér finnst þessi fundarnir algjörlega ótæk og við þurfum að semja hér eitthvað álit byggt á því hvað gerðist á fundi sem við vorum ekki á, nær bara ekki nokkur á. Ég legg til að fundargerðin verið vísa aftur til nefndar. Já, ég held að það sé réttast og hyggilegast núna eins og að við gerum fundarlið og ráðum okkar. Nú, við hefjum þá funda 9, við erum að ræða mál nr. 2 í fundargerð Íþrótta- og tómstundanefndar Mosfellsbæjar. Og það er hér eftirfarandi tillaga þetta mál sem er borin hér upp og við munum greiða atkvæði þessa tillögu. En tillagan er svohljóðandi. Lagt er til að fundargerð 220. fundar Íþrótta- og tómstundanefndar sé vísað aftur til nefndarinnar til lagfæringar. En umsögn undir dagskrárlið 4.2 berist enga síður bæjarráði án þess að umræða hana verði endurtekin. Svona hljóðar þessi tillaga og ég bið þá sem samþykkja þessa tillögu að rétta upp hönd. Þessi tillaga er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú, þá vilja menn ræða eitthvað frekar við vorum svona að klára mál nr. 1 og nr. 2 þá líka. Ég lít svo að við getum fara að greiða atkvæði þessa tillögu, þessa fundargerðarsækið. En við erum búin að ákveða að senda þeim tilbaka, við. Já, þennan lið, já. Nei, alla fundargerðina. Alla fundargerðina. Já, það vill að ég, já. Já, ok, já, misskilningur. Hún er bara ákveðið. Þá erum við bara ekkert að rétta upp hönd núna. En við erum eftir eina fundargerð frá nefnd og það er skipulagsnefnd Mosfellsbæjar sem hélt fund 10. apríl síðastliðinn, hann var númer 458. Og þar voru mörg mál á dagskrá að venju. Það voru nú 15 mál og ég get orðið laust. Sigrún Pálsdóttir, gjörðu svo vel. Já, ég er hérna með stutta fyrirspurn varðandi mál númer 7. Það er Þingvallavegur í Mosfellsdal deiliskipulag. Það á að fara að halda fund í skipulagsnefnd þetta deiliskipulag og það á að funda með íbúasamtökunum Víghóll og mig langar að kanna ekki geta bæjarfulltrúar ekki tekið þátt í þannig fundum. Bryndís, gjörðu svo vel. Já, forseti, ég ætlaði að fá að fara aðeins yfir þetta mál sem er liður nr. 7 í dagskránni og heitir Þingvallavegur í Mosfellsdal deiliskipulag. Og mér finnst nauðsynlegt að fara hérna aðeins í forsögu þessa verkefnis. Og ég held að það sé mjög gott því að það er svolítið svona langt síðan þetta verkefni hófst og hefur tekið allt á langa tíma. Grunnurinn, svo við gleymum því aldrei hvað það er sem við viljum ná fram, þá er það öryggismál. Númer 1, 2 og 3, þá er það auka öryggi á Þingvallaveginum fyrir alla þá sem veginn fara, auðvitað ekki síst þá sem þarna búa og þurfa að beygja inn á heimreiðar heim til sín og börn og aðrir sem fara þarna hjólandi og gangandi. Það er stóra máli. Það er auðvitað í töluverðan tíma búin að vera miklar áhyggjur hjá íbúum í dalnum og við hér í bæjarstjórn og í skipulagsnefnd höfum tekið undir það. Það hefur aukist mjög akstur þennan veg og tímabili var aðal áhyggjuefnið hraðakstur. Það er reynda nú þannig að umferðin er orðin svo mikil að sumir íbúar segja allavega að það sé nú meira bara umferðin sé orðin það mikið að hún komist ekki einu sinni hratt, sko. Sem nú þá kannski ákveðin kostur því að við erum auðvitað fyrst og fremst að horfa á öryggismáli. En það breytir ekki því að við vorum hér öll sammála mikilvægi þess að ráðast í úrbætur. Og við fórum þá leið að skipa vinnuhóp sem átti að fara yfir þetta verkefni.
og okkur fannst mikilvægt að tryggja aðkomu íbúa að þeirri vinnu. Þannig að fulltrúar íbúasamtakanna sendu fulltrúa inn í þennan vinnuhóp. Með vinnuhópnum starfaði svo skipulagsfulltrúi, framkvæmdastjóri umhverfissviðs, fulltrúi frá vegagerðinni og svo ráðgjafar sem voru annars vegar umferðaröryggis sérfræðingar og hins vegar landslagsarkitektar. Þessi vinna skilaði tillögum sem fólu í sér fyrst og fremst hringtorg og fækka stútum, breikka vegaxlir, gera nýjan göngu- og hjólreiðastíg, lýsingu og aðrir ýmsir þættir. Þegar þessi tillaga fór svo í ákveðna kynningu gagnvart öllum hagsmunaaðilum. Við skulum muna það að hagsmunaaðilar þegar kemur að þessu máli eða hagaðilar eru gríðarlega margir. Því að landeigendur eru margir sem eiga þarna, lóðir og annað íbúar, það er kirkjan þarna, það eru stofnanir og fjöldinn allir af fólki. Þá voru svolítið að skipta skoðunum staðsetningu þessara hringtorga. Og við í skipulagsnefnd völdum einn kostinn til þess að setja í auglýsingu. Þannig að það deiliskipulag fór í auglýsingu. Það komu allmargar athugasemdir og þær snerust fyrst og fremst staðsetningu annars hringtorgsins. Og það eru auðvitað mörg sjónarmið á lofti ýmislegt en ef ég tek það saman að það allavega stóru skilaboðin voru þau að íbúar upp til hópa vildu hafa staðsetningu hringtorgsins á öðrum stað. Og tillögurnar sem komu frá upphaflegu starfshópnum voru 2 mögulega staði fyrir fremra hringtorgi, vestara hringtorgi sem er hérna nær byggðinni hér. Það er nú mikil sátt austara hringtorgi sem er þá myndi þá fæða annars vegar Gljúfrastein og hestaleguna og það svæði, en þannig að tillagan sem við settum í auglýsingu, það komu fjölda athugasemda og við sammælumst það inn í skipulagsnefnd að það sé ómikill ágreiningur þessa staðsetningu, að það sé rétt að taka málið upp aftur og fara þá í hina hugmyndina. Sem að gerði það reyndar að verkum að aðkoma til að mynda kirkjunni og fleiri stöðum er kannski svolítið dýrari. Það þarf að leggja yfir lönd og annað, þannig að það var nú ástæðan fyrir við höfum valið fyrirkostinn. Þegar við leggjum þetta undir skipulagsstofnun þá segja þau að það sé alveg skýrt að það þarf að auglýsa deiliskipulagið að nýju. Og þá gera þau jafnframt kröfu það að öll aðliggjandi deiliskipulög séu tekin upp samhliða. Og það er nokkur fjöldi deiliskipulaga. Þannig að þessi ágæti vinnuhópur sem hafði skilað sér vinnu sem fór svo í auglýsingu satt nú kannski uppi með ansi stórt og mikið verkefni. Og það var í rauninni ekkert á færi þeirra kannski sem voru í vinnuhópnum að fara að stúdera það að taka upp öll aðliggjandi deiliskipulög. Þannig að sú vinna hefur fyrst og fremst verið hér hjá skipulagsfulltrúa og aðkeyptum sérfræðingum. Að fara yfir öll aðliggjandi skipulög. Við í skipulagsnefnd höfum ekki tekið málið upp núna í töluverðan tíma því þessi vinna hefur bara verið svolítið tímafrekt. Það hefur þurft að ræða við ansi marga aðila og leiða ýmislegt til lykta og það hefur bara verið á aðili fagaðila. Núna loksins hillir undir niðurstöðu í þessari vinnu og ég held að það sé brýnt að fara yfir það því að það eru, eins og ég segi, mörg skipulög undir. Þegar við héldum þennan fund í nefndinni þá voru gögnin, endanleg gögn tiltölulega seina berast. Og við höfðum ekki tök á að fá deiliskipulagshöfundi, sérfræðingarna sem höfðu unnið með verkefni og við höfum viljað fá slíka kynningu inn í nefndinni nákvæmlega hvað breytingarnar liggja og hvað er verið að taka fyrir. Og í ljósi þess að þegar við hófum þetta verkefni þá lögðum við svo mikið upp úr því að íbúarnir hefðu aðkomi með fulltrúa í sjálfu vinnuhópnum og það hefur svolítið, hægt að segja, aðeins klippst á það núna þegar þurfti að vinna þessa vinnu. Þá var það mat mitt og ég lagði það sem sagt til að við myndum halda bara sérstakan fund í skipulagsnefnd þar sem að við myndum fá deiliskipulagshöfundinn til að fara yfir tillöguna og kannski aðeins til að spara okkur tíma þá væri eðlilegt líka að fulltrúar Víðfólks sem eru íbúasamtökin þarna væru gestur okkar á fundum.
Þannig að annars vegar þau getur spurt spurninga og við getum þá heyrt þeirra spurninga varðandi þessa kynningu. Það breytir því ekki að þetta skipulag fer að sjálfsögðu í lögbundið ferli og án efar þarf það töluvert mikla kynningu við. Það sem til að mynda lögbundið í slíku er auðvitað að halda opinn kynningarfund fyrir alla þá sem hafa áhuga á því og mér finnst líka sjálfsagt ef að bæjarstjórn óskar eftir því að fá sérstaka kynningu á málinu að þá er það algjörlega sjálfsagt og það kann að vera og bara er eiginlega mjög líklegt að það séu líka fleiri aðilar, eins og ég segi svona hagaðilar, til að mynda fulltrúa kirkjunnar, til að mynda fulltrúa Gljúfrasteins og kunna vera landeigendur og eitthvað sem eru ekki íbúar og kunna hafa einhver önnur sjónarmið. Þannig ég held að það sé full ástæða til þess að verða við því að halda slíkan fund en það sem við vorum að leggja til þarna var sem sagt að halda bara auka fund í skipulagsnefnd. Og þá er það bara eins og hver annar fundur að það auðvitað eru bara eiga setur þeir sem kosnir eru inn í skipulagsnefnd. Þarna ætlum við að fá höfund skipulagsins og við ætlum að bjóða til okkar gest sem væri fulltrúi Víðhús. Og við vorum bara svona aðeins að reyna taka kannski þá aftur inn í þetta verkefni því mér er svolítið miður einhvern veginn hvernig klipptist á það samstarf sem hafði verið í vinnuhópnum sem vann annars mjög góða vinnu. En ég held samt að allir hafi skilning á því að verkefni var orðið það viðamikið að það var kannski ekki hægt að ætlast til þess að fulltrúar íbúar væri þáttakandi í því ferli öllu. En mér finnst mjög mikilvægt að fulltrúar Víðhóps og nú hef ég ekkert heyrt í þeim þetta mál fái líka þessa kynningu og nefndin heyri líka hvernig spurningarnar eru þar. Þannig að það stendur til að halda þennan fund næstkomandi mánudag og ég held að það sé búið að boða til hans og þá komist þessir aðilar sem sagt á þennan fund. Ef að staðan er þannig að fólk er svona, hvað ég að segja, almennt sátt við þessa tillögu, þá gæti það farið svo, og það er kannski einmitt kosturinn við að þetta sé formlegur fundur, að við hreinlega samþykkjum hann bara í auglýsingu. Þetta fyrir mig sem er orðin mjög óþolinmóð að ná þessu verkefni fram og tryggja þetta umferðaröryggi sem er það sem skiptir öllu máli, þá væri þetta rosalega æskilegt að þetta kæmi sér fyrst í auglýsingaferil og þá þessu opnu kynningafundi og allt það. Ég reyndar alltaf að segja það hér að ég er alveg viss að það komi ennþá athugasemdir við þetta skipulag. Að við áttum okkur á því við erum að taka bara svona langt og mjótt og nú öll aðliggjandi skipulögin og það eru auðvitað mjög margir sem kunna hafa á þessu mismunandi skoðanir. Þannig að ég er ekki svo bjartsýn að ætla það að þetta skipulag svona renni í gegn athugasemdalaust. En einmitt kannski líka þess vegna held ég að það sé mikilvægt að koma þig kannski fyrst í það feril en auðvitað verðum við að tryggja að það sé samt þannig að það sé svona allavega sátt í nefndinni og ég myndi helst vilja að svona fulltrúar íbúasamtökanna væru líka sáttir við þessa tillögu. Það er sem sagt svona það ferli sem við sáum fyrir okkur og ef að bæjarfulltrúar hafa áhuga á að fá þessa kynningu þá bara held ég að það sé alveg sjálfsagt en ítreka að ég held að við þurfum að halda slíka kynningafundi fyrir fleiri aðila. Og þegar við til dæmis kynntum síðasta deiliskipulag þá vorum við með 2 opna fundi, við köllum það opið hús hérna niðri og það var sko mjög góð mæting á það fundi, bæði frá íbúum og fulltrúum stofnana og svona hagaðila þarna á svæðinu. En svo ætla ég reyndir óskar því að koma líka upp undir öðrum mál. Já, við okkar nú að taka til máls þetta mál. Þetta er mál nr. 7, fundargerð skipulagsnefndar og heitir Þingvallavegur í Mosfellsdal, deiliskipulag. Formaður skipulagsnefndar undir þó nú yfir svo ferlið og þekkjum það nú öll að þetta er búið að vera langt ferli. Það er búið að fara einu sinni á stað í auglýsingu og athugasemdaferli skulum við segja og það komum mjög margar athugasemdir. Þetta er flókið mál, þetta er bæði verið að ræða Þingvallaveginn svo kallaðan, þetta heitir Þingvallavegur og liggur alveg til Þingvalla og það er mikið og hröð umferð, það eru 600–700.000 bifreiðar sem að aka þarna til Þingvalla árlega og fer fjölgandi. Og svo er þetta, skulum segja, innansveitarvegur. Þetta þarf alltaf að ganga upp, mjög mörg sjónarmið og bæði ríkið og vegagerðin koma að þessu vegna þess að þetta er Þingvallavegur og svo út af því að þetta er vegur fyrir íbúa, þá kemur Mosfellsbær að þessu. Þetta er samvinnuverkefni og það var hérna nefnd af störfum eins og Bryndís nefndi áðan
og lauk sínum störfum, síðan fór þetta í ferli og þá kom þetta margar athugasemdir. Og það sem hefur gerst síðan, hefur tekið sinn tíma, það er það að nú er verið að horfa til, það er fyrstulega breytingar, aðalbreytingin sem var vegna fjölda athugasemda var að færa hringtorgið sem er orðið svo kallaðan Dalsgarðs afleggjara vestar. Það þýðir það að þarna fækkar 3 afleggjara, Mosesafleggjara, svo kallaðan Laugabólsafleggjara og Dalsgarðsafleggjara. Hringtorgið mun leysa það. Það er ekki búið að hanna leiðirnar út frá hringtorgunum. Á teikningum sem núna liggja á borðinu er sýnt hvernig hvert leiðirnar liggja, en það er ekki komið alveg á leiðarenda, skulum við segja. Það er til dæmis það að þar sem að leiðin liggur frá hringtorginu að Mosvelli, kirkjunni, það er svona hugmynd frá skipulagshöfundum að það verði þar á nýjar slóðir vestan við Áöldahús kirkjugarðana beint að brúnni, en það er ekki komið alla leið og verður væntanlega sýnt sem punktalína á teikningunum sem verða ræddar. Þetta er gífurlega mikilvægt mál á mörgum ástæðum, bæði bara, eins og ég sagði áðan, á landsvísu. Það er gífurlegur ferðamannastraumur og síðan er þetta spurningum umferðaröryggi bara fyrir íbúa. Og þetta er mikill hraði, það er 70 km hámarkshraði. Vegagerðin hefur ekki svona tekið vel undir það hugmyndir að lækka einfallega hraðan, þannig hann er mikill þarna. Það sem við erum núna stödd í messunni er það einfallega að halda formulega fund í skipulagsnefnd á næstkomandi mánudag, þar sem að höfundar skipulagsins koma og kynna þessar teikningar fyrir nefndarmönnum og síðan verða boðaðir sérstakir gestir og það eru fulltrúar Víghóls. Þetta er rætt eðlilega mjög mikið í mörg ár á fundin á Víghól og fulltrúi Víghóls, formaður Víghóls, var á fundum í þessum hóp eins og Bryndís nefndi áðan og það er talið mikilvægt næsta skref að boða þá að borðinu og þeir munu vera þá, við fengið að staðfestar á skipulagsfulltrúa að þeir munu væntanlega vera fleiri en einn og það er bara í besta mál. Víghól er formuleg íbúasamtök sem að hafa sína stjórn. Þetta er sem sagt næsta skref og það var eiginlega bara að sjá hvað kemur út úr því og hvort að við getum haldið áfram með það ferli sem er fyrirhugað. En ég endurtek að þetta er búið að vera langt og strangt ferli og eiginlega svolítið eðli málsins samkvæmt. Svo langar mig í lokin að sérstaklega vekja athygli á dagsetningu fundarins sem var valinn að tilviljun, svona nokkurn veginn. Það vil svo skemmtilega til að bera upp á afmælisdag þekktasta dalbúans og þekktasta Mosfellingsins, Halldórs Laxness, sem orti einmitt kvæði sem heitir Þingvallavegurinn. Nú ekkur sálmi sæll af útlands gný, sælli bifreið austur yfir heiði, sumarnótt sem sumarnætur ský, sannlega gerst neitt pólitískri leiði. Þannig orti þetta til dagbúinn og það er afmæli hans á mánudaginn kemur. Nú, Er ekki ástæða til að bóka þetta? Við höldum áfram með, eða orðið er ennþá laust mál nr. 7, ef við viljum ræða mál nr. 7. Nú, svo virðist ekki vera, en það er önnur mál á dagskrá. Bryndís, þú var sjónarmunni á undan Rúnar í Braga. Já, við leifum Rúnar Braga vera undan. Ég man ekki alveg hvað að segja. Ég var ekki undan. Forseti, mér ljáðist kannski að segja bara upphafi við þessa fundagerð, en ég mér langaði að óska eftir því að fá að víkja undir einum lið sem er númer 8
taka ekki þátt í umræðum eða atkvæðagreiðslu þann, þannig að það er spurning hvort að þið ætti að... Já, þá er eðlilegt að við bara tökum það mál fyrir og þá fundum við ekki að það orðið laust og greiðum atkvæði það mál sérstaklega. Sko. Rúnar Bragi kýs að víkja fundi. Ég bara þakka fyrir, ég bara fara. Gerir það og það verður bókað í fundar. En málið er sem sagt nummer 8 og heitir Píslatunga 49, fyrirspurn vegna byggingu Garðskólahúsið að Píslatungu 49 og ég gef orðið þetta mál. Nú það kveður sér engin hljós en við greiðum þá atkvæði þetta mál. Sem samþykkja það mál og það eru 8 hendur á lofti. Það má við Rúnar. Þá kemur Rúnar aftur. Hefur þetta eitthvað með pólitíska spillingu að gera? Hann á heima þarna. Hann er umsækjandi. Erum við þá ekki vanhægt? Nei. Ekki samkvæmt. Við höldum áfram með fundinn og það er Bryndís, þú varst bara í byrjumálið. Já. Það er mál númer... Mér langar að taka til máls undir máli númer 15 sem að heitir Aðalskipulag Reykjavíkur 2010-2030, iðnaðar og önnur landfrek starfsemi. Það stendur enda bara starfs, en væntanlega á að vera starfsemi. Kannski hefur tölvan sagt nei við lengri orði. En þannig var mál með vexti að á fundi okkar númer 457 þann 16. mars þá kom þessi aðalskipulags, þetta er ekki tillaga, þetta er örugglega lýsing á aðalskipulaginu, á breytingu á aðalskipulagi, ég fari örugglega rétt með það, ekki tillagan sjálf og Reykjavíkurborg sendir okkur þetta á þeim forsendum að þetta er auðvitað við lönd okkar liggja saman á þessum stað. Og þarna lúta hugmyndir Reykjavíkurborgar að því að breyta upp á esjumelum skilgreiningunni úr athafnastarfsemi í iðnaðarstarfsemi. Það er ákveðin léttur iðnaður sem er talin ómengandi, má vera á athafnasvæðum, en þegar komið iðnaðarsvæði þá opnar það á tegund annars konar iðnað. Og við höfðum á þessum fundi okkar 16. mars þá bara óskuðum við eftir því að fá kynningu á þessu frá Reykjavíkurborg. Og kannski ekki síst bara til að eiga þetta samtal. Og á fundin okkar núna síðast mætti Haraldur Sigurðsson frá Reykjavíkurborg sem að bera ábyrgð á aðalskipulagi Reykjavíkurborgar og breytingu á því. Og það er til að segja að það voru aðeins að fara hérna yfir umræðuna því að þetta skipta okkur öll mjög miklu máli. Eins og við kannski mörg hver vitum að þá hefur Reykjavíkurborg skrifað undir viljayfirlýsingu við Íslenska Gámafélagi held ég að það heiti. Er það ekki? Það eru 2 fyrirtæki þau bera mjög lík heiti. Ég held að sé Íslenska Gámafélagi lóð upp á Esjunni. Þar sem að Íslenska Gámafélagið hyggst að færa starfsemi sín og er meðal annars með moltugerð. Og það er mat sérfræðinga moltugerð, þurfi semst að vera á iðnaðarsvæði út af því að því getur mögulega fylgt lyktarmengun. Og ég held að það sé nú kannski undirliggjandi þráður í þessari tillögu Reykjavíkurborgar að breyta aðalskipulaginu sínu að geta fullgilt þessa viljayfirlýsingu og látið Íslenska Gámafélaginu í lóð þarna. Sko auðvitað getur það skipt hagsmuni Mosfellsbæjar máli og ég veit að það hefur verið haldinn hér kynningafundur þar sem að íbúar margir hverju úr Leirvogstungu mættu og voru mjög ósáttir við þetta og óttuðust lyktarmengunina. Þetta er samt auðvitað kannski svolítið, hvað ég var að segja, ef við tökum þetta aðeins í stærri samhengi að þá auðvitað þurfa svona fyrirtæki að vera einhvers staðar. Og hluti af umræðinni annars vegar hjá Haraldi og hins vegar kannski á vettvangi svæðisskipulagsnefndar hefur verið svo að það eru einhverjum 2 sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem að hafa skilgreind iðnaðarsvæði á sínu aðalskipulagi. Það er Reykjavíkurborg með Álfsnes, eingöngu Álfsnes held ég. Nú horfi ég hér á Ólaf með mér, ég held að sé örugglega bara Álfsnes, já, sem er skilgreind sem iðnaðarsvæði og svo Hafnarfjörður sem er með skilgreind iðnaðarsvæði í kringum álveri hjá sér og einhverja frekari lóðir þó þau séu líka með athafnasvæði.
og það kann að vera að það sé þörf á fleiri iðnaðarsvæðum á höfuðborgarsvæðinu. Við höfum líka, eins og öllum hér ljóst, verið að óska eftir breytingu á svæðisskipulagi sem felur það í sér að stækka athafnasvæði upp á Hólmsheiði. Þá erum við reyndar sérstaklega að leggja áherslu á þar að það myndi vera svona, eins og við höfum kallað grænn orkufrek iðnaður sem getur vel rúmast á athafnasvæðum, enda eru þar nálægt vatnsvernd og ég myndi mæla sterklega gegn því að þar væru hlutum breytt í iðnaðarsvæði, bara hættu við mengum við massfólum og annað. En við tókum þessa svona umræður vítt og breytt og ég held að það sé alveg óhætt að segja að fulltrúi Reykjavíkurborgar hefði fengið að heyra þau sjónarmið sem upp eru hér í Mosfellsbæ, bæði innan nefndarinnar og ég hygg að þau endurspeglist líka hér í bæjarstjórnin okkar og svo meðal íbúa. Það er annars vegar fólk er hrætt við lyktarmengun. Við óttumst mikla þungaflutninga hér í gegnum sveitarfélagið okkar og svo kannski tilfinning margra að Reykjavíkurborg sé bara svolítið að ýta svona ekki vinsælli starfsemi út úr sinni byggð en það einhvern veginn bara lendi í bakgarðinum okkar. En ég held að það sé mjög mikilvægt að við höldum þessum sjónarmiðum á lofti en á sama tíma þá verðum við náttúrulega að huga þessu bara heildar samhenginu okkar á höfuðborgarsvæðinu. Og með leyfi forseta þá langum við bara að lesa upp bókunina að skipulagsnefnd leggur áherslu á að ákvörðun breytingar á landnotkun athafnasvæða verði ekki teknar fyrir að niðurstaða liggur fyrir í vinnu svæðisskipulagsnefndar heildar yfirsýn og framtíðarþörf athafnasvæða á höfuðborgarsvæðinu. Og þá er ég að vísa í þá ósk sem við höfum komið upp með þar og tengist meðal annars ósk Reykjavíkurborgar breytingu á svæðisskipulagi varðandi Álfsnesið til að stækka það rými þar og til að koma björgun fyrir. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að þessari vinnu ljúki. En ég ætla líka að fá að segja það, ég er svona alveg rauns á það að ég held að heildarmyndin af þeirri vinnu liggi ekki fyrir alveg strax. Ég held að það geti tekið svolítinn tíma. Það er ekkert erfitt og ég held að það liggi fyrir núna og við fáum örugglega kynningu á því fljótlega í svæðisskipulagsnefnd hver er staðan í aðalskipulum allra sveitarfélagana. En þá er eftir að mínu viti einhver pólitísk vinna að ná sátt það hvar við viljum að iðnaðarstarfsemi sé og ég held að það sé bara svo mikilvægt að Reykjavíkurborg er skiljanlega bara að horfa á sitt landsvæði og reyna að finna því en það kann alveg eins að vera að það geti verið innan Mosfellsbæjar, Garðabæjar eða einhver annarra sveitarfélagi á höfuðborgarsvæðinu og þannig ég held að það sé töluverð vinna framundan í þeim efnum. En svo verðum við auðvitað líka að horfa á það að það eru af þessum fyrirtækjum sem ræðir í bara verulegu vandræðum ef að lóðalegu samningar þeirra eru bara að renna út í Reykjavík. Þannig að ég held að við vorum líka að horfa á það að það er svona samfélagslegt verkefni að sjá til þess að þessi fyrirtæki geti starfa hér á höfuðborgarsvæðinu því þau eru, og nú er ég að tala bara vítt og breytt, ekki sérstaklega íslenska gámafélagið eða björgun eða eitthvað en bara fyrirtæki sem við viljum kannski ekki beint hafa í bakgarðinum en skipta samt gríðarlega miklu máli fyrir samfélagið okkar. Þannig að mér langaði bara að gera grein fyrir þessari umræðu hér og ég veit að við í svæðisskipulagsnefnd höldum áfram að vinna þessu en ég held líka að það sé mikilvægt að bæjarfulltrúar séu kannski svolítið eins og ég segi með puttan á púlsinum á þessari umræðu því að mér finnst líklega niðurstaða að þetta myndi leiða til breytingar á aðalskipulagi Mosfellsbæjar og mögulega kannski svæðisskipulagi þegar kemur að afmörkun athafna á iðnaðarsvæða. Já, þetta var málefni 15, einhver sem vill ræða það mál, aðalskipulag Reykjavíkur, þetta sem Bryndís var að ræða. Já, Sigrún, gjörðu svo vel. Já, mér langar aðeins að forvitnast Bryndís hjá þér ágæti forseti. Ég finnst svo skrítið nú erum við nú að fara að byggja gasgerðarstöð hérna á höfuðborgarsvæðinu og akkur að fara með moltugerð þarna á Esjumila. Samkvæmt við fengum svona samanburð á athafnasvæðum fyrir nokkru síðan hérna inn á okkar borð þar sem þau voru skilgreind þessi svæði, athafnasvæði og samkvæmt deiliskipulaginu hérna á Esjumilum er þetta þannig deiliskipulag er í gildi fyrir allt svæðið austan Vesturlandsvegar, stórar og litla lóðir, gert er ráð fyrir verkstæðum, vörugeymslum og gagnaverum hana á þessu svæði og það er notkunin.
á þessu svæði. Þannig að það er svona erfitt að sjá að þarna geti komið moltugerðarstöð, enda það ansi sérkennlegt í ljósi þess að þá að fara að gera gasgerðarstöð og þar á einmitt þanga á einmitt að fara með molt. Já, Bryndís, það var verið að beina spurningu til þín. Já, ég get svarað henni ef það eru fleiri á mælendaskrá þá. Nei, það er ekki fleiri. Já, forseti, því til að svara einmitt það sem að bæjarfulltrúinn las upp skilgreining á svæðinu eins og það í dag og það sem Reykjavíkurborg vill gera að breyta skipulaginu, breyta annars vegar aðalskipulaginu þannig að þarna getur verið iðnaður og þá í kjölfari breyta deiliskipulaginu þannig að þarna gæti komið fyrir fyrirtæki eins og Íslenska Gámafélagið. Íslenska Gámafélagið þetta bara fyrirtæki á markaði sem að sérhæfi sig í því að taka við úrgangi og endurvinna eins og kostur er. Og þetta er bara eina af þeim vörum sem að þau bjóða upp á að ég tel vera að taka á móti lífrænum úrgangi og gera úr því moltu. Jarð- og gasgerastöðin sem að verið er að byggja upp í Álfsnesi er þá byggð á vegum Sorpu og með eignarhaldi okkar sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er í rauninni eins og ég get sagt í það. Það er náttúrulega fleiri aðilar sem að eru að losa sig við úrgang heldur en heimilin sem að kannski Sorpa er fyrst og fremst að taka við úrgang frá þeim og það getur auðvitað allir valið það og ég held í Reykjavíkurborg líka að vera með brúnatunnu og taka þá bara lífrænan úrgang í það sem hægt er að gera moltu. En svo eru líka auðvitað mörg fyrirtæki og annað og það er svo starfsemi sem að Íslenska Gámafélagið er að sinna. Já, ég lýs svo á að umræðum málefni 15 sé lokið. Einhver sem vil ræða einhver önnur mál í þessari fundargerð. Og svo er ekki þá göngum við þetta. Já, fyrirgeðu, Sigrún, það er bara, gjör svo vel. Ég kem hér fram undir máli númer 14 og það heitir því skrýtna nafni Bjarkarholt 8-20 umsókn byggingarleyfi og reyndar umsögn erindi. Mér langar fyrst að byrja á því að tala um titilinn á þessu og mér finnst það bara að vera mikið gagnsæismál að ræða það vegna þess að samkvæmt gamla deiliskipulaginu frá 2010 er þessi reitur Háholt 20-24, ekki svo. Og af því að þetta er svo ruglingslegt og það er bara ekki ólíklegt að fólk átti sig ekki á þessu, þá finnst mér bara mikilvægt að það verði þá framvegis notuð bæði heitin á götunni til þess að fara ekkert á milli mála hvaða reitur þetta er. Þetta er bara liður í betri upplýsingagjöf til íbúa að hafa hvoru tveggja. Vegna þess að það er bara erfitt að átta sig á þessu. En sem sagt, þarna á þessu reit að ræða lóðir sem samkvæmt deiliskipulagi miðbæjarins frá 2010 eru í Háholti 20-24. Kaupfélagið átti þessa lóð og er gert ráð fyrir að húsin á þessum skipulagsreit hverfi. Byggingareiturinn, hann liggur á Urðum og tekur töluvert rými í skipulagi miðbæjarins en Urðir eru holti sem liggur á miðbæjartorginu, tónlistarskólanum og fleiri byggingum. Og það nýtur hverfisverndar. Sambærileg holt hafa verið friðlýst í nágrannasveitarfélögunum að tillögum hverfisstofnunar eða sem hét áður altså Náttúruvernd ríkisins. Það er fyrirtækið Klapparholt e.h.f. sem óskar þarna eftir byggingarleyfi og umsögn skipulagsnefndar teikningar af nýju skipulagi. Eins og segir í bókun kom fulltrúum í nefndinni saman að skoða þyrfti nánar, lóðarhönnun, afkomu og hæðarsetningu og
Þarna á þessu reit leyfileg hæð bygginga 5 hæðir, en kjallarinn í raun ofanjarðar og því eru hæðirnar samkvæmt þessum nýju teikningum orðnar 6 og það þarf að skoða. Samkvæmt fyrra deiliskipulagi frá 2010 áttu byggingar að vera mest 4 hæðir á þessu svæði, þarna í miðbænum, og telja fulltrúar íbúðarhreyfingarinnar að það skaði miðbæjarmyndina að víkja frá því. Og við höfum svo sem margoft látið þá skoðun í ljós hér á vettvangi bæjarmála, enda fyrirhuguð hæð alveg úr takti við byggðin í kring, og auk þess uppbyggingin þarna af svona háreistum byggingu einfaldlega í mótsögn við þá ímynd Mosfellsbæjar að vera sveit í borg. Og okkur þykir sem sagt að þessi háreista byggð, hún henti frekar borgarlandslægi heldur en bæjarfélagi sem einmitt gefur svo út fyrir að vera sveit í borg. 5 hæða fjölbýlishús varpa auk þess skugga á umhverfið og hafa neikvæð áhrif á veðráttu og leið mannlífið í miðbænum, samanber hvimleitt rokið hérna við Kjarna. Ég upplifði þetta áðan á leiðinni hingað á bæjarstjórnarfund. Ég labbaði hérna niður eftir Bjarkarholtinu eða Háholtinu, kom hérna að Kjarna og hér var bara hávaðarok. Og þetta hávaðarok hér, það stafar út af hæð þessara bygginga sem við erum í núna. En allavega við í íbúðarhreyfingunni ákváðum að bóka varðandi þetta mál og hljóða bókunin svona. Bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar tekur undir þá niðurstöðu skipulagsnefndar að skoða þurfi nánar lóðarhönnun, aðkomu og hæðarsetningu við Háholt 20-24. Einnig svo afstaða íbúðarhreyfingarinnar ítrekuð að hæð húsanna verði aldrei meiri en 3-4 hæðir. Ásýnd og hæð byggingana hefur mikið breyst frá upphaflegri tillögu og almennt erfitt að sjá að hönnunin hafi einhverja tengingu við þá staðreynd að húsin séu hluti af miðbæjarskipulagi. Miðað við þær teikningar sem nú liggja fyrir mæti vegfarendum aflokuð húsaþyrping sem skagar á yfirþyrmandi hátt upp úr umhverfi sínu. Hún gæti verið hvar sem þessi húsaþyrping, og það virðist vera í raun tilviljun að henni hafi verið komið fyrir í miðbæ Mosfellsbæjar, því ekki verið séð að það hafi verið tekið tillit til þess inn í hvaða samhengi verið að byggja. Frá aldaöðli hafa miðbæir verið sameiginlegur vettvangur fyrir samskipti fólks sem býr í sama bæ og þjónustu við það. Miðbæir eru þungamiðja mannlífs og grósku og í þeim býr fólk í návígi hvort við annað og aðra sem þangað koma. Í miðbæjum eðli málsins samkvæmt sameiginlega rými til að ýta undir samskipti fólks og umhverfið mótað til að glæða þá lífi. Íbúðarhreyfingin telur að endurskoða þurfi skipulagi með ofangreint í huga. Þegar ég horfi á þetta miðbæjarskipulag, og þetta ekki bókun, þá verður mér oft hugsað til bara ferðalaga minna Evrópu, litla bæ í Evrópu. Ég geri ráð fyrir að þið hafa öll komið til Ítalíu, komið til Belgíu, Frakklands, í öll þessi litlu fallegu, í alla þessa litlu fallegu bæi
með allt sitt dásamlega bæjarlíf, brunnin, listaverkin, kaffihúsin, fallegar göngugötur og svo framvegis. Sko, ég veit að maður getur ekki farið fram á það að endurskapa þetta umhverfi hér. En einhvern vott af því er hægt að hafa og maður hlýtur að þurfa að hafa í huga. Þetta er alveg, sko, eins og þessar teikningar blasa við manni, þá er þetta bara afgirt blokk sem hefur enga tengingu við bæjarlífið. Og sem sagt, það er það sem að gerir þetta skipulag svo sérkennilegt í því samhengi sem það er. Ég sendi bókun. Sendir bókunna, já. En Hafsteinn Pálsson á Mælendaskrá næstur, gjör svo vel. Forseti, við erum að fjalla byggingarritinn á gömlu kaupfélagslóðinni sem er á horni lands Hlaðhamra og endur fyrir löngu var lagt til undir verslunarrekstur hérna í bænum af þáverandi eiganda Hlaðhamra til þess að það gæti orðið verslun hér í sveitinni, annars þurfti að sækja verslun upp á Esjumela og ég beini nú kannski til síðasta ræðumennsforseti að þessi bókun sem er greinilega komin á eitthvað í allt aðra götu heldur við Bjarkarholtið þar sem að það hefur verið ákveðið hér í bæjarstjórn að gatan hér frá Hringtorginu hérna fyrir utan og vestur úr heiti Bjarkarholt og aftur á móti austur úr heiti Háholt. Bara svona til þess að fara koma að því. Nú varðandi það að skapa bæjarmynd eins og er í gömlum evrópskum borgum að ég held að við förum seint að byggja hér og vera með arkitektur sem er í einhverjum miðaldastíl og eða síðustu aldar eða þar síðustu aldar stíl. Þannig að við þurfum nú að horfa til þess að við erum að byggja hérna á 21. öldinni og horfa til þess að þess að ég ætla nú að halda því fram að ég sé mikill sérfræðingur í byggingalistafræðum, allavega ekki arkitektúrnum, en við verðum að taka mið af þeim tíma sem við erum að reisa byggingarnar og ég held að það sé alveg ljóst að við byggjum ekki þröngar götur sem eins og eru í þessum gömlu borgum og þannig að ég er nú lýsi mig ekki sammála því sem að þar kemur fram að við viljum fá það andrúmsloft og þá uppbyggingu eins skemmtilega og hún getur verið þar sem hún er. Já, Bryndís Haraldsdóttir, næsta Mælendaskrá, gjör svo vel. Forseti, undir þessum lið nr. 14 sem ber heiti Bjarkarholt 8-20 vegna þess að nú heitir þessi gata Bjarkarholt, þannig að þetta er sá reitur. Hvað varðar það hvort að það eigi að fylgja málinu eldri efni þegar var að tala eitthvað annað, það bara er ágætis ábending og sjálfsagt að koma því hér til áleiðis til stjórnsýslunnar. Það er rétt eins og kom fram í máli bæjarfulltrúa Sigrúnar Pálsdóttur að skipulagsnefnd er ennþá að vinna með málið og við höfum lögðum áherslu á það að það þarf að vinna frekar með lóðarhönnun, aðkomu og hæðarsetningu. En ég held að sé nauðsynlegt samt aðeins að fara yfir á hvaða stað í ferlinu við erum hérna. Þessi reitur er búinn að standa þarna eins og hann er núna í langan tíma og við höfum lengi í rauninni verið að berjast fyrir því að fá uppbyggingu á þetta svæði. Það var í miklu frosti erfitt að ná samkomulagi við viðkomandi aðila. Það leystist núna fyrir einhverju síðan og við fórum í deiliskipulagsbreytingu.
og það skipulag var samþykkt og nú er verið að hanna inn í það skipulag. Og það er svo sem engin hefð fyrir því og ekkert sem lögin segja til það að skipulagsnefnd eigi að samþykkja hvað kallast þessa teikningar nú? Byggingarleyfi eða byggingarnefndateikningar. Vegna þess að með skipulagslögum og mannvirkjalögum þá var þetta slitið í sundur og það er skipulagsnefnd sem fer með skipulagsmál og byggingarfulltrúi hefur fullnar afgreiðsluheimildir á byggingarleyfum. Við aftur á móti gerðum sérstaka bókun varðandi þær breytingar sem við höfum gert í miðbænum að við viljum fylgja sérstaklega með útliti og hönnun húsuna. Vegna þess að okkur finnst það alveg gríðarlega mikilvægt og kannski svona þegar við horfum út um gluggana þá finnst okkur svona ýmislegt sem að risið hefur hér í fortíðinni ekki vera okkur beint til mikils sóma og við viljum reyna að tryggja eins og kostur að það sem byggt upp núna á næstu misserum sé okkur til mikils sóma. Þannig að það er það fyrst, eins og ég segi, þetta eru ekki fullkomnar teikningar og ég held að það þurfa að vinna aðeins betur með það og þá er það fyrst og fremst götum í myndin að mínu viti og það sem við ræddum inn í nefndinni. Hitt vil ég segja, ég reyndar myndi svo mjög gjarnan vilja að við ættum hér svona evrópskan miðbæ þar sem hægt að labba svona þröngar götur og setjast á kaffihús og svona. En það er óraunhæft eins og bæjarfulltrúi Hafsteinn Pálsson fór inn á. En sko það er smá það er svolítið tvist í þessu það verður ekki bæði haldið og sleppt í þessum efnum. Það er ekki annars vegar hægt að hafa rosalega mikið mannlíf og hins vegar byggja rosalega dreift og leyfa enga byggingar upp í loft og enga þéttleika byggðar. Þetta bara tvennt fer ekki saman. Þannig að allir ráðgjafar sem hafa ráðlagt okkur og arkitektar sem hafa komið að skipulagi verið miðbæinn segja einmitt byggja þétt. Og við erum samt ekkert að byggja þétt miðað við það sem gengur og gerist víða annars staðar. Þannig að ég vil bara að það komi skýrt hér fram að lýsa og tala að maður vilji mikið mannlíf og annað þess áttar að segja svo nei það má ekki byggja nema ég veit ekki 2 hæðir eða eitthvað þannig sem að þýðir þá færra fólk. Það bara fer hreinlega ekki saman. Það bara hljóðmynd passar ekki í því. Hvað þessa lóð varðar þá er það einmitt líka rétt að þarna fyrir aftan eru urðnar okkar og þær njóta hverfisverndar. Bendi ég á kortið að sé það náttúrulega enginn, en þið þekkið öll aðstæður þarna. Og það er að hluta til það sem arkitektarnir voru að reyna að lýsa fyrir okkur að þess vegna áttu erfitt með fremra húsið og bílakjallarinn sem er hálf niðurgrafinn vegna þess að það er mikið halli í lóðinni og þeir eru komnir inn á klöpp og þeir eru að passa sig að fara ekki of mikið inn á verndarsvæði og annað þess að. Og eins og ég segi, þetta er eitthvað sem maður þarf að vinna með, en ítrekka þarna fyrir aftan okkur í miðbænum er stórt grænt svæði sem að nýtur hverfisverndar. Og margir myndu segja að það einmitt gangi ekki upp í miðbænum að vera með svona stórt svæði sem er ekki nýtt, en við höfum einmitt vilja að tala um grænan og fallega miðbæ út af því við viljum halda utan þessar klappir okkar. Þannig að eins og ég segi, málið er ennþá inn í skipulagsnefnd. Ég held að það þurfi að vinna aðeins með lóðarhönnun og þetta aðkomuna, götumyndina aðeins betur. En að mörgu leyti þá finnst mér þessir arkitektar hafa unnið góða vinnu. Þetta er í fullu samræmi við deiliskipulagið sem við samþykktum og ég mun ekki samþykkja þegar við þurfum að gera breytingar á deiliskipulagi og minni bæjarfulltrúa á það að það er samkomulag við þessa aðila og í tengslu við þetta deiliskipulag sem þarna er. Þarna er líka verið að byggja fyrir eldri íbúa. Það er kvöð það. Það er við bættum svo í rauninni við ákveðnir kvöð til þeirra og óskuðum eftir því að það væri líka hluti af rýminu væri hugsaður fyrir einhverju atvinnustarfsemi, einhvers konar verslun, eins og þið sjáu þarna gráan reit svona tekið út, þannig að ég held að það sé nú líka til að svolítið tala við götumyndina og ýta undir einmitt mannlíf. Þarna getur kannski verið lítið kaffihús eða blómabúð eða já, hvað vitum við. Og ég held að það sé mikilvægt. Á fyrstu hæðinni hafa þeir líka teiknað svona samverurými fyrir íbúana. Þannig að íbúar geti leigt þá einhvern sal niðri og hægt er að halda húsfundi eða halda stærri afmælisveislur eða eitthvað og það er þá líka þarna á fyrstu hæðinni og tala svolítið við þetta og þá mögulega mannlíf og einhverja götumynd. Mér finnst það líka mjög spennandi hugmynd. Íbúðirnir eru allir hannaðir út frá birtu og sólarljósi. Það eru stærri íbúðir þarna á efri hæðunum, þið sjáið á teikningunum hvernig hæðirnar eru teknar niður í endana. Það sem er þá stóra svalir og verða örugglega brjálæðislega flottar íbúðir með geðveiku útsýni hér til allra átta. Þannig ég held að það sé mjög margt vel gert, fullu samræmi við skipulagið sem ég tel að við eigum að halda okkur við.
en tek undir það að við þurfum aðeins að vinna með svona götumyndina af þessu og ítreka það líka bara það sem ég sagði hérna áðan að sko það verður ekki bæði sleppt og þó að við höfum talað hér almennt tiltölulega lágreista byggð í Mosfellsbæ þá eru við eins og öll önnur sveitarfélög og allir aðrir sem tala fyrir svona ákveðnri umhverfisvernd, landnýting er væntanlega eitt stærsta umhverfismáli sko, að við erum að þétta frá því sem við áður þekktum hérna risastórar einbýlishúsalóðir ef við tökum Holt og Tanga sem dæmi, þá erum við að færast aðeins út úr því skipulagi þó við séum engan veginn komin í átt að því sem að til dæmis Reykjavíkurborg er að gera nýri miðbæ hjá sér. En þá held ég að sé æskilegt að við leyfum aðeins þéttari, aðeins hærra þegar við erum að tala um miðbæinn því þannig byggjum undir það að þar geti verið meira mannlíf og þrifist meiri svona verslunarrekstur og það sem að einkennir miðbæinn. Já, Ólafur Ingi, þú þetta. Gjör svo vel. Það var ekki fundarlið þegar konarmenn eru búinir að tala. Þegar þeir sem eru núna á mældarskrá, þeir álöku máli sín á. Gott og vel. Forseti, ég hérna kem undir þessu samanliðu og hér hefur verið svolítið rætt Nú er ég svo sem ekki neitt arkitekt eða fagmaður í þessu en eins og flesti allir þá hefur maður svona einhverja smekku fyrir hvernig hlutin eiga að vera og smekkur er mismunandi. Þannig að minn smekkur getur alveg, og ég sé ánægð með það, þá er ekki veistu öllum öðrum falli hann í geð. En talandi það, þá fannst mér svo kynning sem kom hér fram á fyrri stigum byggingu á þessum reit gefa svolítið annað til kynna eftir en við erum að horfa á núna. Þar var kynnt lágreistari bygging ef ég skildi þá eða sem sagt þá mynd, þetta var nú eiginlega svona myndir og mér stótti slæmur svolítið að þessi nýrðri endi sem eru 6 hæðir mér finnst það svolítið hátt og ég sé mjög hlynntur því að það sé verið að þétta byggð þá er alveg hægt að þétta byggð með öðrum hætti en að byggja hana beint upp í loftið og mér finnst að við þurfum að hugsa þetta bara vel og ég les það út úr samþykkt skipulagsnefndar að þetta hefur eitthvað ekki alveg gengið ofan í gagnvart skipulagsnefndinni eins og svona bara eins og góður biti þetta hefur aðeins staðið í fólki en það er líka annað sem mér finnst er að ef ég man rétt þá finnst mér eins og sé búið að fjarlægja húsin lengra frá götunni, það er að segja frá Bjarkarholtinu. Og það er komið þetta dálítið bil og mér finnst það ekki til bóta. Vegna þess að þarna verður bara einhver ónýttur blettur, þetta er ekki svona sem býður upp á eitthvað líf farið þarna fram, þetta verður bara ónýtt svæði. Það er til dæmis líka áberandi að það er mjög stórt bílastæði á milli húsana og það er mjög plássrækt og það býr enginn á bílastæði ef við erum að tala um að þétta byggð. En ég held að við þurfum bara að skoða þetta. Mér finnst margt gott í þessu. Ég held þess að íbúðir þetta séu örugglega frábærlega hannað og margt mjög sniðugt. En við þurfum bara að passa okkur vel. Við viljum að þessi byggð hjálpa okkur til þess að koma íta að stað lifandi miðbæ. Það er sjálfur sem ég sé ekkert í þessum húsum sem ítur undir þeim. Ég sýnist þetta bara að vera íbúðarhús. Það er engin verslun að geta ráð fyrir neitt í starfsemi, allavega ekki á þessum teikningum sem við erum að sýna þarna. Ég hefði gjarnan viljað sjá einhver verslunarrými á neðri hæðum, í því húsi sem snýr að götu. Já, ég var ekki alveg viss hvort þetta væri verslunarsvæði sem að bæjarstjóri bendi mér á. Verslunarsþjónusta. Það er fínt. Þá er það bara mjög gott, vegna þess að í kringu svoleiðis þar sem við þá kemum í. En við þurfum bara að skoða þetta betur. Ég held að þetta sé ekki fullbúið og ég vona að þær tillögur sem komi næst inn til skipulagsnefndar verði þá með lágreistari byggingu. Ef við bara horfum á það til dæmis að húsið sem er hér á baku okkur, hérna hvíta stóra húsið, það eru 4 hæðir. Ef við mælum við 6 hæðir við það, þá sjáum við hvert við erum komin. Ég vona bara að við skoðum þetta vandlega. Já, Sigur Póstóttir, þú ert með málið. Þegar þú er lokið málinu, munum við gera fundarhlé.
Já, forseti. Ég tók það nú alveg sérstaklega fram hérna áðan að ég væri ekki að fara fram á það að við myndum endurskapa falleg þorp og bæi í Evrópu, hérna á Íslandi. Því miður hefur Íslendingum ekki tekist að skapa þannig andrúmsloft, en sko hlutverk bæja, miðbæja, er alltaf það sama. Og þetta er ekki spurningum smekk. Hlutverk miðbæja er það sama, það er að búa til, það er að ýta undir samskipti fólks, þjónusta íbúa og ýmislegt fleira skemmtilegt, sameina íbúa og svo framvegis. Og það sem að þessi bygging, hún slær okkur þannig að þetta sé bara svona afgirt virki sem stendur þarna upp úr landslaginu í yfirþyrmandi hæð og hefur engin tengsl við miðbæ, engin tengsl við lífið í miðbæ. Þetta er bara þarna eins og klumpur í hafinu og hefur engin tengsl. Og það er það sem er vandamál. Þegar að fyrstu tillögur birtust af þessu húsnæði, þá voru þær miklu fýsilegri vegna þess að þetta var svona opið fyrir vegfarendum miðbæinn. Vegna þess að húsin voru lægst næst götunni og svo hækkuðu þau í átt að holtinu. Þannig að þetta var svona opið svæði fyrir vegfarendum og þetta var ekki svona aflokað. Það er svona, maður fær svona tilfinningu þegar maður horfir á þetta að þarna vil ég bara, þarna er bara fólk að vera útaf fyrir sig. Það er engin miðbæjastemning í þessum arkitektúr og þess vegna sagði ég líka áðan, þetta sko húsnæði geti verið hvað sem er. Það er ekki hannað til þess að gegna einhverju hlutverki í miðbæjarmynd. Og við sem skipulagsvald hljótum að geta sett fram þá kröfu og eigum að setja fram þá kröfu að skipulag sé unnið með tillit til staðsetningar á byggingu. Og það er í rauninni það sem ég vildi sagt hafa þetta mál. Ég held að við séum að gera stórkostleg mistök með því að ef við samþykkjum þetta í þessari mynd, ég efast ekki að þetta séu fallegar íbúðir. Og ég er ekkert að draga þennan arkitektúr per se í efa. Ég bara er að segja, þetta er ekki eitthvað sem að glæðir miðbæinn okkar lífi. Já, það var alltaf fundarlega hérna og við verðum gert fundarlega hérna. Afsökunar á þessu, ég hýtt á stopp recording í staðinn start stíl. Nú, við hefjum þá fundað 9 og Arnur Sverrisson hefði málið og mun lesa upp bókun frá Vaff og Gerista. Gjör svo það Arnur. Já, forseti. Já, ef ég gerir það, þá langaði mér að tjá mig þetta mál. Ég held að svona í flestum tilfellum séum við nú sammála við þetta borð. Þetta verkefni þetta er verk í vinnslu. Þetta er ekki verkefni sem búið er að klára. Og þetta er ágætlega komið á veg. Það er búið að gera náttúrulega deiliskipulag fyrir þetta svæði. Ég tek undir það sem formaður skipulagsnefndar Bryndís Haraldsdóttir sagði að það deiliskipulag er gott og stendur fyllilega fyrir sínu. Þetta er gert ráð fyrir byggingum, íbúðarbyggingum og þjónustubyggingum á þessum reit, þessum kaupfélagsreit, sem að gerir ráð fyrir 3 til 5 hæða húsum. Þessi tillaga gerir ráð fyrir því reyndar 3 til 5 hæða húsum
En mér sko þetta er eina af þeim athugasemdum sem ég hef við þessa framsetningu að mér finnst uppbrot hæða ekki nægilega mikið. Þar sé að það megi gera meira úr því að það er sem sagt 4 hæða hús pluss 3 hæða svona lítið hús sem snýr að götunni og svo er það 4 og 5 hæða hús sem snúa að urðunum. Og ég sé eina af þeim athugasemdum sem ég myndi vilja hafa við þessa tillögu er það að menn gerir meira úr uppbroti hæða. Fyrir utan það þarf að laga ýmsa hluti sem snúa að götumyndinu sem allir hafa rætt hérna, varðandi hálf upp þennan bílakjallara sem er svona skagar hálfur upp á jörðinni sem gengur alltaf ekki. Og svo myndi ég líka vilja sjá hérna betri útfærslu á innkeyrslu í bílakjallarann sem er svona meiri anda þess sem hérna, við viljum sjá í miðbæ. Ég líka velti fyrir mér sko hvort að, eins og var einhver nefndi hér áðan, þetta er Ólafur Ingi, götumyndina, hvort að húsin eigi að vera nær Bjarkarholtinu, eins og er gert ráð fyrir húsunum sem standa hinum megin Bjarkarholtinu. Þannig að ég sé bara að þetta er komið áreiðlega veg en þetta er ekki búið og það þarf að huga að ýmsum þáttum þessa reits. Og ég treysti skipulagsnefnd fullkomlega til þess að takast á við það verkefni enda er þá málið þar start. Þannig að ég ætla að lesa hérna bókun okkar Graf og dýrlista sem hljóðar svo: Umrætt mál er enn í vinnslu hjá skipulagsnefnd. Margar góðar ábendingar hafa komið fram í umræðu máli bæði hér í bæjarstjórn og í skipulagsnefnd. Æskilegt er að hönnuður vinni með þær ábendingar og huga verði sérstaklega götumynd, aðkomu og lóðar hönnun eins og framkjöfun í bókun skipulagsnefnd. Já. Mörg voru þau orðfórsið. Mörg voru þau orð og við erum nú að ljúka umræðum þetta ákveðna mál en orðið er ennþá laust öll hinn sem við erum ekki búin að ræða, þeim munum vera 3. Orðið er ennþá laust fundargerð skipulagsnefndar frá 10. apríl. Nú, það kveður sér engin ljóðs og þá göngum við til atkvæða fundargerðina. Að vísu ekki málefni 8 sem er þegar búin að greiða atkvæðum en þeir sem að samþykkja öll hinn málin eins og þeir einstök má bera með sér í beina rétt upp hönd. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Nú er þá er hér að lokum komið að fundargerðum sem eru lagðar fram til kynningar. Fyrsta lagi er það afgreiðslufundur byggingafulltrúa, hann var haldinn 5. apríl síðastliðinn og mikið orðið laust hana og engin kveður sér hljóðs. Þá er umræðan lokið og þessi fundargerð er lögð fram. Þá er komið að 4 fundargerðum frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og svo elsta reyndar frá síðast ári, miðjum desember. Við tökum eina fyrir hérna í vinnu sem sagt. Fyrst tökum við fundargerð númer 855 frá stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga þessu heitir, haldið 15. desember á stað sem hefur mjög virðulegt heiti Allsherjarbúð. Það er í Borgartúni 30 í Reykjavík. Og við laustum þessa fundargerð, engin kveður sér hljóðs, þá er umræðan lokið og sú fundargerð er lögð fram. Næst er að fundargerð nr. 856, hann var haldinn á nýju ári sem sagt 27. janúar 2018. Lík í Allsherjarbúð og orðið laust hana. Samband íslenskra sveitarfélaga. SÍS ef maður vilja skammstafa. Engin kveður sér hljóðs, þá er sú fundargerð lögð fram og þær eru nú 2 í viðbót frá þessu sambandi. Næst tökum við fyrir fund nr. 857 í stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga. Sá fundur var haldinn föstudaginn 23. febrúar og orðið laust fundargerð. Það er mörg mál á dagskrá, 22 mál. Nú engin kveður sér hljóðs hana og þá er sú fundargerð lögð fram. Og þá að lokum er hér fundargerð frá fundi nr. 858 í stjórn Samband íslenskra sveitarfélaga.
Það er ein ennþá, hérna, þetta er sem sagt ennþá stjórnsamband íslenska sveitafélaga. Sá fundur var haldinn föstudag 23. mars síðastliðinn og orðið laust þá fundargerð og engin kveðsum fjós og sú fundargerð lögð fram. Þá komið að síðustu fundargerð þessar fundar og það er 37. fundur í heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis sem var haldinn 5. apríl síðastliðinn hér í Kjarna. Og Sigurður Pálsdóttir, þú veit að málið, gjör svo vel. Já, ágæti forseti. Ég kem hér fram undir fundargerð nr. 11, það er fundargerð 37 hjá heilbrigðisnefnd Kjósarsvæðis. Á þessum fundi voru loftgæði við Vesturlandsveg rædd og ástæðan fyrir því að þau voru rædd á þessum fundi var bréf frá íbúa hérna við Tröllateig sem að leiðir að því líkum að loftgæði séu ekki nógu góð hérna. Allavega finni hún fyrir miklu mun eftir að hún flutti þarna á þetta svæði. Og ég ætla ekkert að fara að tíunda það frekar, en mér langar einfaldlega að leggja hér fram tillögu í þessu sambandi. Og hún hljóðar svo: bæjarfulltrúi íbúðarhreyfingarinnar gera tillögu sinni að sett verði upp loftgæðamælingastöð í Vesturlandsveg við Varmá. Önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu hafa sett upp slíkar stöðvar af öryggisástæðum. Það er til að gera íbúum viðvart þegar mengun fer yfir hættumörk í vetrarstillum. Til þess að hægt sé að verða við tillögunni þarf að gera 15 milljón króna viðauka við fjárhagsáætlun 2018 og ég verð að segja það, mér finnst þeim peningum vel varið og fulltrúi íbúðarhreyfingarinnar fer þess á leið að það veri gert. Þessi ósk hefur áður komið fram í tengslum við skólahald í Brúalandi og er hún nú endurtekin vegna mikillar aukningar á umferð stórra ökutækja Vesturlandsveg á síðustu árum. Haraldur, gjör svo vel. Forseti, ég held að það sé alveg raunhæft og tímabært að skoða það hvort að skynsamlegt sé að við getum nálgast loftmælingar með betri hætti heldur við höfum gert hér í Mosfellsbæ hingað til. Og ágætis umræða sem hefur átt sér stað hér á höfuðborgarsvæðinu loftgæði, svifryksmengun og annað sem tilheyrir því. Þetta er eins og mál sem að þarfnast skoðunar. Það eru margar gerðir til af tækjum og tólum til þess að mæla loftgæði. Ég átt nokkur samtöl við varaformann heilbrigðisnefndar, varabæjarfulltrúan Rúnar Braga og líka framkvæmdastjóra heilbrigðiseftirlitsins þessi mál og ég held að sé alveg tímabært að við veltum þeim fyrir okkur en það þarfnast skoðunar og undirbúnings og bara dýrasta gerð mér sagt að loftmælistöð kostar 15 til 20 milljónir, þannig að það er töluverð fjárfesting. Þannig að ég myndi nú leggja til, og þá er ég ekki að tala þessa tillögu neitt niður eða hugmyndina bak við hana, að við myndum vísa henni til fjárhagsáætlanagerðar. Þetta er hlutur sem við þurfum að velta fyrir okkur heldur fyrir næsta ár og í millitíðinni þá er svona undirbúið það og skoðum með hvaða hægt verður hugsanlega að bregðast við óskum og nauðsyn þess að við svona séum við nákvæmar og betri upplýsingar um þessi mál. Tillagan sem mín er svo málsmeðferðar til að þessi verði vísað til fjárhagsáætlanagerðar en ég rökstyð það með þessum hætti.
og það er málsmeðferðartillaga og ef ég skilur fundarskap rétt þá ber að taka hana til atkvæðagreiðslu umræðulaust. Er það ekki alveg rétt skilið? Þannig að við göngum til atkvæðu þessa tillögu frá Haraldi Sverrissyni það að málinu verði vísað til næstu fjárhagsáætlana gerðar. Og þeir sem eru fylgjandi því bennir eftir hönd. Einhverju móti. Það samþykkt með 8 atkvæðum gegn 1. Mér langar að gera grein fyrir atkvæði mín. Langar að gera grein fyrir atkvæðinu, já. Þú er ekki alveg skott að það sé nú. Já. Þá getur ekki bannaði við það eða hún Mátt taka því máls, já. Eftir atkvæðagreiðslu lokið. Það er ekki bara sjálfan liðinu? Nei, já. Herðu, Björnsvöðsölum, þeir eru heimilt að gera grein fyrir atkvæðinu, Björnsvöðl. Ástæðan fyrir því að ég get ekki tekið undir þessa tillögu er sú að það verður orðið of seint. Þegar að næsta fjárhagsáætlun verður afgreidd að setja upp þessa loftmælingastöð þannig að hún gagnist okkur næsta vetur. Svona loftmælingastöðar er aðeins, það þjóna aðeins tilgangi sínum í vetrarstillum. Þá er mesta mengunin og sú mengun sem við höfum verið að upplifa hérna á höfuðborgarsvæðinu, hún hefur verið á þessum mánuðum frá nóvember allt fram í mars. Og ef við ætlum ekki að afgreiða þetta fyrir við gerð næstu fjárhagsáætlun, þá er það bara orðið ansi seint í rassinn gripið. Og þess vegna greiði ég þessari tillögu ekki atkvæði mitt. Og ég ætla að bóka það. Já, þá er rétt að gera fundarhlé, held ég, til þess að hafa sigrun til þess að bóka. Ég geti kannski tala á meðan. Já, það er nú spurning hvort að það sé, við vorum að greiða atkvæði og ljúka málunni, en ég held að sé rétt að Erum við næstu búin að ljúka afgreiðslu á þessum lið? Það kemur bókun og svo skulum ræða málum. Máli nr. 4, í heilbrigðiseftirliti. Nú við hefjum þá umræðu áfram loftgæði Vesturlandsveg sem í fundargerð heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis og Bryndís Haraldsdóttir og Reykjavík svo vel. Já, verulega forseti, ég bara fagna þessari umræðu sem á sér stað hérna þetta mikilvæga mál sem eru loftgæði og ég hygg að hér séu allir bæjarfulltrúar sammála mikilvægi þess að vinna með það. Það eru ýmsar ábendingar sem hafa komið núna á síðustu misserum það að það þurfi að mæla frekar loftgæði og eins og hefur komið fram í umræðum að þau geta verið af ýmsum sökum. Þannig ég bara fagna því að þetta mál sé hér sett á dagskrá með þessum hætti eins og var gert hér áðan að vísa því til fjárhagsáætlunar en ég ítreka líka það sem kom hér fram og fólk var að ræða líka þessi fundarhlé að það þarf að huga að ýmsum atriðum. Það geta verið færanlegastöðar, ef það á að vera föstu þá geti þurft byggingarleyfi, það geti þurft skipulagsferli og allt þetta og við verðum auðvitað að vita hvað við erum að gera. Slíkt tæki kosta töluvert þannig að við verðum að huga vel að þessari fjárfestingu. En eins og ég segi bara, ég er bara glöð að þetta mál sé hér á dagskrá. Já, ég hef nú sett þetta sjálf með á mælaskrá undir þessum lið, loftgæði Vesturlandsveg. Það kom hérna fram tillaga sem frá bæjarfulltrúa íbúðarhreyfingarinnar að ráðast í kaup á mælistöð og þeirri tillögu að vísa til næstu fjárhagsáætlanagerðar. Málið er mjög stórt og mikið og brýnt að bara umræða loftgæði er alltaf að aukast. Það er náttúrulega aukin umferð, sem tíður aukið suðurrík og þetta þekkjum við úr Reykjavík og þetta þekkjum við líka úr Mosfellsbæ. Og svo er annað sem við þekkjum líka úr Mosfellsbæ og fleiri bæjarfélögum, það er loftgæði eða loftgæðamengun á völdum Hellisheiðarvirkjunar. Það eru töluverð umræður þar og einmitt samband við mælistöð. Þannig að þetta er mjög þarft að skoða þetta mál og raun og veru erum við kannski að ýta þeim vagnir á stað einhverju leyti í umhverfisnefnd því að eins og margir vita þá var hér stefnumótunarfundur nýja umhverfisstefnu og við munum taka hana fyrir á fundi næstkomandi fimmtudag, það er semst eftir rúma viku og bara loftgæðamálin verða þar á dagskrá. Þetta er stórt og mikið mál og snertir heimsbyggð og heimabyggð. Heimabyggðin okkar og svo heiminn allan.
En þá hef ég lokið máli mínu. Sigrún, þú varst búin að biðja um orðið. Þú er svo vel. Já, ágæti forseti, mér langar aðeins bara að rifja upp að fyrir nokkrum árum fékk meðal annars ég því framgengt að það voru hafnar mælingar á brennisteinsmengun frá Hellisheiðarvirkjun og settar upp sérstakar græjur í áhaldahúsinu. Svo frétti ég fyrir tilviljun nokkrum vikum síðar að búið var að taka græjurna niður. Og það var Umhverfisstofnun á sínu tíma sem átti þessar græjur og síðan sem sagt, hafa þær ekki verið settar hér upp aftur. Og mér finnst það miður vegna þess að undanfarin minnstakosti 2 ár hafa átt þess að mikla boranir upp á Hellisheiði og það hefur mjög oft komið fyrir að fólk hefur fundið fyrir brennisteinsmengun hérna í Mosfellsbæ. Það er bara tímabært að huga að þessum málum og gera það strax. Rúna Bragi, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, það kannski kemur ekki fram í fundargerðinni en sko ykkur til upplýsinga hér og íbúum, þá er nú þegar búið að óska eftir mælitækjum að láni sem er verið að lána. Það er held ég 2 sem eru færanlega sem eru hægt að fá aðgang að. Önnur eru að vera biluð en við munum fá líklegast hérna í Mosfellsbæ lánaða stöð til að mæla loftmengun og annað. Þannig að framkvæmdastjóri Heilbrigðiseftirlitsins er með það í umsóknarferli að fá svona græjur lánaða. Það er svo það kom fram. Nú, þá er nú að draga að lokum hér hjá okkur. Þetta er fundargerð Heilbrigðisnefndar Kjósarsvæðis, síðasta fundargerðin í kvöld. Er eitthvað sem við læra eitthvað, tala um eitthvað annað mál þarna? Svo ekki, þá erum við þessa fundargerð lokið og hún er lögð fram. Nú, þá er nú ekki mikið eftir að gera hennar að slíta fundi en það er sumardagur 1. á morgun og það segir bara gleðilegt sumar. Kæra þakki fyrir veturinn, forseti. Slít fundi. Takk fyrir veturinn. Takk fyrir veturinn. Allt sumar.